Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar að meðal Sweet Chili sem svartibókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway selur líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. En algengt að rithöfundur sjálfur tala um hljóðbókin? Það nefnilega algengt, sko. Ég held að alltaf fengið einhver voice actor. Ég var að hlusta á Once Upon a Time in Hollywood, það kannski góð byrjun, en ég var að hlusta á Once Upon a Time in Hollywood, þá leikkonan sem lék vonda konan í Hateful Eight, eða voru öll vond náttúrulega, en Jennifer Jason Leigh. Heitir hún það? Já, hún að lesa upp Once Upon a Time in Hollywood og þú fær miklu fleiri upplýsingar og ég var að hlusta á þetta. Geðveikt, þú veist, myndin eitt, sko, en síðan eins og þetta hafi bara verið skrifað fyrir skáldsögu. Handritan er svo löng. Þetta er, já, en þetta er bara 4 tíma dæmi, hann sagði að hann myndi gera myndina aftur, þá var það 4 tímar. Þú veist, þeir að keyra saman og hóra sjónvarpi. Ég vil það. Ég vil fá meira af Once Upon a Time in Hollywood. Ef ég get fengið meira af því, þá vil ég fá. Ég myndi ekkert endilega, ég ekki ennþá búin að sjá Batman, Justice League, Snyder Cut sem 4 tímar eða eitthvað líka. Ég hef það á stefnuskráni, ég ætlaði að gera, en ég hef bara ekki komist í það og bara eitthvað, það eru 1600 titlar á mínum to watch lista. Já, ég skil. Og þú veist, það kemur bara eitthvað annað forgangsraðast bara aðrar myndir inn á, þó að séu frá 1950. Þetta líka svo erfið, sérstaklega maður kvikmynda áhuga maður. Hefur virkilega áhuga bíómyndum. Þá þetta svo erfið það því að maður vil líka rifja upp myndir sem maður hefur séð. Ég tengi það. Svo viltu kannski horfa aftur á þínar uppáhaldsmyndir. Já. Og svo líka þessar nýju myndir. Svo þú kannski sjálfur búin að spotta ykkur nýja myndir, þessar myndir sem ekki séð. Svo aðrir að benda líka, þetta getur orðið svo mikið kraða. Ég set alltaf bara IMDb watchlist og núna ég komið 1600 titla og ég er búin að sjá slatt af því, þú veist, ég tek það ekkert af. Já, ég skilji. En það sem ég geri ég bara flokkar í date edit og þá sé ég hvenar ég setti þær og síðan get ég, ef ég bara svona randomly að velja ykkur mynd, þá get ég farið bara og stilt þetta eftir lengd kvikmynda, þú veist, ég nenni ekki að horfa á einhverja 4 tíma í dag, þú veist, ég bara einhverja 1,5 tíma. Það eru svona sjálfgjafir í dag, myndir svo 90 mínútur. Já, 2 tímar, meira þess að gamla myndir eru alveg, þú veist, 2 tímar, ég fekk að finna fyrir því þarna. Ok, förum að yfir í topic þáttarins. Ef að fara í topic. Jóhann, ég er svo spenntur að spjalla við þetta. Já. Og ég ákvað, þú komst til minn og tókum svona langt spjall alls konar. Alls konar, yes. En maður langaði að hitta það aftur og ég ábúin að ákvað, það verður eitthvað svona kannski aðeins meira kvikmyndatengt. Já, að gera. Og ég hugsaði með mér, hey, Jóhann hefur tengingu við Frakkland. Hálfu Frakki, já. Já, nákvæmlega. Og ég fíla alveg franska myndir. Ok, já. Og ég var alveg viss að við varum ekki með kannski svipaðan smekk á frönsku myndum. Ég held ekki, það kemur í ljós. Nei, það kemur í ljós. Og ég hugsaði að það var gaman að taka franskar myndir með Jóhanni. Hvernig leist þér á þetta því ég sendið skilabóðið? Sko, mér leist ógeðslega vel á þetta. Ég tek alltaf svona smá tímabil þar sem ég horfa á einhverja franska myndir, spyr svona frænda og eitthvað vinafólkan úti hvaða myndir það sem ég búin að sem fóru fram með mér, eða sem ég bara verð að sjá. Þá segja kannski einhverja titla og maður horfir á þessum myndir en notabene minn 10 lista
10 titla listi, hann rosalega svona, ég reyndi að vera eins frumlegur og ég mögulega gat, Ok. með líka, þú veist, myndir sem ég sá þegar ég var yngri, í bland við nýjar myndir, í bland við líka svona meistarverk. Ok. Þannig að það var mjög erfitt að búa til lista. En þegar ég fór hérna heima náðan, þá sá ég hann lista og ég bara svona, ok, ég sáttur við þetta. Þú ert ánægð með hennar lista? Ég ánægð með hann lista. Ok. Og ég með honorable mentions, alveg. Ok, ég vil ekki sjá lista. Ég með fullt í honorable mentions, örgulega 20 myndir og ég get sendið líka, ég tók, flokkaði það í, þú veist, póstera. Ég fór að náði í póstera bara á Google Image og setti bara á fóldera, þannig að ef svona auðveldar fyrir leituna, þá hendi ég bara á því fælinum á eftir. Já, ég til ég það. Að því að ég held að við sem ekki með svipaða myndir á listunum. Nei, kannski einhver. Ég ætla að giska eitt strax. Þegar ég fór að semja listan minn, þá kom ég bara í ljós. Að ég hef alltaf tengt Frakkland við þessast franska bíómyndir, við okkur ógeðsmyndir. Það svolítið mín tengingu franska kvikmyndagerð. Martyrs og Baise-Moi og... Svoleiðis dót. Og svo þegar ég fór að skoða, því ég googlaði bara góða franska myndir eða eitthvað. Ég var bara eitthvað, það hellingu sem ég ekkert sé. Og ég held að þú sem meira dramadót heldur en ég. Ég meira dramadót. Ég meira líka svona eldri feel-good myndir. Þú veist eldri, þetta 70 eitthvað eða eldri það? Sko, ég meina feel-good mynd sem svona 62. Ok. Síðan ég með eina teiknimynd sem ég setti, má ég segja einn titil bara að koma beint út. Ok, rankaði þetta? Ég rankaði þetta. Ok. Svona gróflega, það kannski ekki alveg, það getur breyst, en fyrst, besta franska myndi sem hefur verið búin til, og þú veist, ég tek hana eiginlega ekki með á listan minn, en ég vil samt nefna það. Og þess ekki topp 10? Jú, þú veist, ég setti 2 í fyrsta seti, en ég vissi það að það svo mikið leiðilegt. Það Leon the Professional, það frönsk mynd, við skulum bara koma það. Það ekkert frönsk? Það víst frönsk mynd. Nei, það frönsk mynd. Það frönsk mynd, frönsk framleiðsla, franskur leikstjóri, franskur aðarleikari. Það reyndar Natalie Portman og náttúrulega hann Gary Oldman sem leika stórt hlutverk í myndinni og hún gerist í New York, en allt annað franskt. Leon nummer 1 hjá mér. Þá hún líka nummer 1 hjá mér. Já, ok. En það svona, ég bjóst við því, sko, að þú veist, hún það góð að hún bara svolítið svona... Masterpiece. Hún masterpiece. Telst það sem frönsk mynd? Það telst sem frönsk mynd. Og ég doppeltjekkaði það alveg, sko. Ok, ég dreist þér. En þannig, og svo ég með annað svona sem gæti verið... Ég bara nefni það. Ég býð það bara... Ég býð með það setna. Ok. Af því að Leon bara eina mínum uppáhaldsmyndum bara of all time. Þetta meistarverk. Og það aðeins öðruvísi svona flavor í þessari mynd, þótt þessi New York. En það virkast ekki New York mynd. Fattar hvað við? Nei, hún náttúrulega bara, þetta Luc Besson mynd og þetta frönsk mynd og þetta frönsk framleiðsla. Þannig ef þú fyrir pub quiz. Já. Hefðu bara spurt, hvers lensk Leon? Það bara sagt frönsk. Já, og þá farðu rétt fyrir það. Það farðu rétt fyrir það. Eins gott núna allavega. 1 stig. Það bara allt franskt? Ég veit að það frakkir sem gerir tónlistina, ekki frakkir sem gerir... Krúið allt franskt. Mjög stór hluti af krúinu franskt. Það einhver executive, það 3 pródúserar skráðir á IMDb, það einn heldi sem pródúser fyrir New York. Þú veist, og hann bandaríkjamaður. En framleiðslu fyrirtækið og mér minnir, þú veist, að allt sé frá, þú veist, ég doppeltjekkaði það og vinur minn hringdi síðan aftur í mig og sagði, þetta frönsk mynd. Hún frönsk, eitthvað, hún tjekka því. Ok, Leon nummer 1 hjá okkur báða það. Já. Fyrir utan Leon. Hún alltaf ofarlega, skilur, hjá mér og hún alveg, hún rosaleg. Hún rosaleg. En hjá mér var þannig að það verður að tölu franska einu. Já, og það þú veist, alveg góð punktur svo sem, þú veist, en þá ég alveg með svona backup nummer 1 og síðan ef þú ert ekki nóg ánægð með þá mynd, þá notuðu bara 2 og 3 sem nummer 1. Ég var ánægð með allt sem kemur með. Já, ok. Við vorum með topp 10. Við vorum með topp 10? Ég bara veit símanum mér, þú ert með blaði. Já, þú veist, já, ég old school. Og ég gerði það bara í tölunum minna, eins og tók ég voru myndað þessu.
Já, ég var alveg bara eitthvað, að því þegar ég byrja að setja svona listan minn, Já. sjálfsögur ég búin að sjá allar þessar myndir, en það er alveg margar sem er svolítið síðan ég sá, og mér langaði svo að horfa aftur á það um til hitta þig, svo gafst bara ekki tími það. Já, hvað myndir voru það sem, ég veit að gafst ekki tími það gafst ekki tími að horfa á helmingin af því sem ég var með. Hvað myndir voru það sem gafst ekki tími? Það voru 3 eða 4 á listanum sem langaði að review. Já, sem þú náður ekki að sjá. Þess að aftur, ég Já, ætla bara að sjá það. Hvað myndir voru það? Ég ætla ekki að segja það strax. Það eru þær á listanum? Já, við tökum ein í einu. Ok, ein í einu, ok. En svo voru líka 2 myndir sem ég langaði að geðveikt að sjá, sem ég hef ekki séð. Hugsaði með, þær kæmus kannski á listan með hvað fólk segir, en það gafst ekki tími. Nei, einmitt, það gafst ekki tími til þess að, hjá mér, til þess að sjá örugglega 10 fleiri myndir, út af ég fór bara yfir alla franska myndir, sá bara, ok, þú veist, ég horfði á eina franska mynd allavega á dag að meðaltali, sko, þú veist, áður en ég kem hérna til þess að, þú veist, sumar voru bara fínar, en ég var bara svona, það eru ekki nóg góðar. Nei, það og það var frekar svekkjandi, sko, sérstaklega þegar þú varst að horfa á myndina og varst svo mikið að vonast til þess að eru þið fucking góð, síðan voru það tísunum, síðan endar svona, þú veist hvernig, sem myndir enda bara ekkert við, þú veist, þetta svona þannig að fyrir fólk sem að hlusta, við erum ekki sérfræðingar í franskri kvikmyndagerð. Ég held að það sé bara Alltaf ekki ég. Nei, ég held að ef þú ætlar að vera sérfræðingur í franskri kvikmyndagerð, þá þarf að vera bara vinnan þín. Skilur, út af þetta er svo mikið til. Algjörlega. Þetta er svo ótrúlega mikið til. Þannig að planum við sem þætti var ekki að gefa mínum hlustendum með áhörundum einhverja þvílíka kennslu í franskri kvikmyndagerð. Nei. Disclaimer hérna. Disclaimer. En þetta er samt alveg, þú veist, við erum samt búin að leggja eitthvað að vinna í þetta og ég get alveg sagt það. Algjörlega. Ef við ekki fara að kýla bara á það? Jú. Höfum það þannig, þú kemur fyrst með þína, bara númer 10, svo endum við á númer 1. Tökum ein í einu. Þá ætti ég samt að spyrja það á við byrjum. Já. Talar fransku? Ég tala fransku. Bara reybrennandi? Já, ég þarf ekki að lesa textan. Til það ekki að það er svo flott tungumál. Já. Finnst það ekki flott tungumál? Jú, þú veist, franska, mér finnst íslenska og franska bara geggjuð tungumál. Ég er ógeðslega ánægður með bæði tungumálin. Það sem mér finnst ógeðslega gaman líka, þegar ég heyri frakka hlusta á íslensku eða þegar ég heyri Íslending tala fransku, eða þegar ég heyri Íslendinga reyna að bera fram fransku, eða þegar ég heyri frakkar reyna að bera fram íslensku, sama. Það er sömu viðbröðin. Það er ógeðslega fyndið. Þú veist, þeir eru bara eitthvað, þú veist, og hlæja. Og síðan eru Íslendingar, þegar þeir eru að reyna að bera fram fransku, ég heyri það bara í útvarpinu daginn, þeir voru eitthvað, og hlóðu, skilur, eitthvað, ég man ekki hvað orðað var nákvæmlega. En það er eins og þessi jafn erfitt, ég ætla ekki einu svona að reyna að bera þetta fram, sagði þáttastjórnandi á Rás 2 daginn. Þegar það var eitthvað að tala um eitthvað franskt, ég man ekki hvað, eitthvað Morgunútvarpið eða eitthvað, Felix Bergsson eða eitthvað. En allavega, það er sömu viðbrögð. Bæði tungumálin eru bara topp tungumál. Setur þú frönsku hliðar á íslensku? Hvað meinarðu? Því mér finnst persónulega... Þau eru ekkert lík, sko. Nei, ég er að tala bara um, mér finnst franska, ég hef einu sem var til Frakklands, til Parísar, og bara borgin sjálf reyndi að koma mjög óvart. París? Já. Á jákvæðan hátt. Ok. Mér finnst hún æðisleg. Ég hef upplegað allt hana úti. Jákvæðan og neikvæðan. Þú volum fara nokkur sem til Parísar. En þegar ég heyrði fólk tala frönsku í borginni sjálfri, jú, ég er búin að horfa okkur á franska myndir og eitthvað, mér finnst rosalega fallið tungumál. Og svona sexy tungumál. Svona ákveðið tungumál, svona ákveðnir og það er svona nákvæmt og það fyrir eftir hver er að tala. Já, algjörlega. Ég bara segja þetta eitthvað á mínu upplifun. En íslenska finnst mér ekki spennandi tungumál. Hún er samt, hún getur verið svo falleg. Er það? Mér finnst það. Ég er alltaf að fá meiri og meiri svona appreciation fyrir íslensku því eldri sem ég verð og því meiri íslensku sem ég les, því meiri íslensku sem ég tala. Ég hef alltaf haft smá vandræðum út af fyrsta tungumáli sem ég læriði þegar ég var upp að 6 ára aldurs, það var franska. Þannig að þegar ég kom til Íslands, þá kunni ég nánast ekkert í íslensku og beygði allt vitlaust og hef beygt hlutina vitlaust alveg stundum, kann ég ekki alveg að beygja. Þú veist, ég er að skrifa ykkur texta og það þarf að leiðrétta. Já, þú segir
eitthvað, þú veist. Myndur þú segja að það var betri frönsku? Eða varst Nei, betri frönsku? nei, það er nefnilega málið að vera hálfur. Það er svolítið, þú þarfst að juggla 2 tungumál, það er bara challenging. Þú veist, en maður verður alltaf betri og betri í báðum tungumálunum, þú veist, og íslenska, ég kann alltaf meira og meira með hana, því meira sem ég legg mig fram í að læra hana, kynna mér hana betur, þú veist, svona, já, þetta er fallegt tungumál og svona, ég er að reyna að gera mitt besta til að svona ná meira flæði. Ok, þá verður ég að spyrja, við titlan svo með. Já. Ertu með frönsku heitin? Ég er með frönsku heitin. Ég er bara með ensku. Ok, ég veit ensku svona nokkuð deginn, þú veist að ég segi, byrja bara á 10. Byrjum á 10. Ok, hjá mér er það Les Valseuses. Og það er... Hvað er það? Les Valseuses. Veistu ekki hvað Les Valseuses er? Það er... Fuck, ég var að þróa svo fáið þessu þetta. Er það nafn á okkur fræðum? Les Valseuses er Going Places. Ah. Það er eina af þessum myndum með, ég vildi velja eitthvað góða Gerard Depardieu mynd og hafa hann inn á. Þú veist, hann er, málið með Gerard Depardieu, þegar ég var að reyna, þú veist, googla hana, Greatest Films of Gerard Depardieu, þá á hann ekkert mikið af eitthvað great myndum, en alltaf þegar hann leikur í myndunum, þá er hann með svo sterkt presence. Það er eins og hann sé bara, þú veist, fættur til þess að leika. Er hann frægast í franski leikarinn, heldur það? Ég held að hann sé svona mest legendary franski leikarinn. Þú veist, Jean Reno er örgulega frægur kannski, þú veist, út með... Ég var einu uppáhaldsnafla. Hæ? Ég var einu uppáhalds franska leikar. Vincent Cassel. Já, Vincent Cassel, ok. Ég er með nokkra myndir held ég það sem hann er hérna. Ég líka. Og þú veist, þessi listi er ekki 10 listi, það eru 2 hérna í fyrsta sæti, síðan 2 í 9. sæti. Hvað er það? 20 myndir? Ég hef 20 myndir í 10 lista. Ok, þú svindlar smá. Ok, Going Places, heitir myndið það? Hún heitir það, en ég sá aldrei hérna Jesus 2 hana myndin hana Lebowski sem var gerð. Já, betur, hún endurgerða þessari mynd? Já, það var einhvern veginn, ég skildi það þannig eitthvað, það var eitthvað, hún hét Going Places, ég veit ekki hvort handritið hafi verið eitthvað. Já, mér kannast eitthvað við það þegar þú nefnaði, sko. Já, en allavega þá er Going Places frá 1970 eða eitthvað staðar það kring. Grímynd. Og þetta er, þú veist, ef þú fer bara á IMDb og tjekkar bara á synopsis á myndinni, þá er þetta bara algjört klausturfokk, þetta er bara allt að gera, einhvern veginn, þú veist, þessir nauðga, drepa, bla 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 og gera eitthvað og síðan... Er það þannig mynd? Nei, síðan er þetta allt í komedísku formi, þetta er mjög spes mynd. Þetta er svartur húmor. Þetta er mjög svartur húmor og þetta er líka mjög svona bara einhvern veginn svolítið svona eins og þið séu bara að gá hversu langt þið komst upp með eitthvað og síðan er þetta kaotískt og síðan eru þeir svolítið bara svona að valsa hérna bara þú veist, ganga yfir, það er eitthvað fjölskylda að fá sér hérna eitthvað piknik minni mig og þeir ræna einni stelpunan sem nennir ekki að vera með fóreldrum sínum og fara síðan eitthvað og þeir eru rosa svona markalausir og spes og svona einhvern veginn eins og allt hvað heitir þetta hérna þegar maður segir hérna siðferði þegar allt siðferði er einhvern veginn þetta er bara siðlausir farið og þeir eru bara svona að gera eitthvað og þetta er svona eins og bara svona svolítið fyrir leikara, er þetta algjör snilld. Það hljómar svo eitthvað Clockwork Orange dæmi eitthvað. Það er eitthvað svona feelingur í þessari mynd sem mér fannst ógeðslega skrítinn og spes og mér fannst hún bara mér finnst það bara vera mest svona áhugaverðasta myndin með Gérard Depardieu. Ber maður nafna þess fram svona? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Harry. Ég hef alltaf sagt. Já, ég hef alltaf sagt. Gérard Depardieu. Það er ekki rétt. Nei. Má ég heyra aftur franska? Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Þetta er svo erfið. Depardieu. Gérard Depardieu. Þetta er flott. Þetta er Gérard. Gérard. Ok, þú veist. Restin af þættinu fyrir þetta. Þú skilur af hverju ég hef haft erfitt með 2 tungumál. Og það er franska og íslenska er svo ólíkt. Já. Þannig að, þú veist, ok. Ok, en Gérard Depardieu, þetta er bara fínt. Ég ætla að kalla hann Gérard.
Gerard Butler. Gerard Depardieu. Já, ég held samt svona... Ég segi Gerard Depardieu þegar ég að segja þetta með íslenskum hreim og til þess að fá fólk... Já, þá ég segir skil. Gerard Depardieu. En með franska hreimum þá hljómar þessu gera það. Gerard Depardieu. Þetta flottur svona. En þegar maður í tungumálum og segir þetta, þá brýtur þetta oft, sko, þú veist, Eitthvað ryþma í spjallinu og stundum ger ég bara viljandi svona íslenskar hreim, bara svona slæta þetta inn. En getur þú sagt núna titlana, því þú tala fransku, getur þú sagt restan af titlanum með fransku hreim? Amélie. Nei, ok, já, ég á ekki að segja það strax. Þú fórst í næstu. Nei, ég fór reyndar ég skipaði einu þannig, 9. Að fara í 9. Ég get bara taka 10. Jú, takk þú 10. þig. Það verður skemmtilega heldur að þú takir allan þess að þeim. Jú, það make sense. Ok, númer 10 er svolítið svona, þetta er basic, þetta er svolítið safe, þetta er svolítið boring val. Ok, Frábær mynd. Hvað mynd er það? Það er svolítið boring. Ég varð bara að hafa hana. Þetta er svo góð mynd. The Untouchables. Herru, ég sett hana líka. Þú ert með hana líka? Já, ég er með hana á mínum lista. Hvernig er hún á fransku? Það er að tala hvernig er titill, mæstu það? Það er sama orðið, sko. Eitthvað. Les Intouchables. Þetta er mjög flott. Les Intouchables. Ok, og ég er ekki að gera grín á fransku þó ég hlægi. Nei, ég veit það, maður. Og þú mátt gera grín á fransku. Nei, ég vil ekki gera grín á fransku. Nei, ég meina... Franskunni. Alltaf. Það er bara gaman þegar maður, sérstaklega ég er að reyna að koma eitthvað hreim og ég er hræðilegur í því. Ok, ástæðan ég valdi þessa mynd. Hún fór 2011. Ég skrifaði hjá mér ártun líka. Þetta er eina myndin sem er eftir 2010 mér. Allar hinar er frá 2000 til 2010. Er það? Allar hinar? Wow. Ok, þessi mynd er alltaf bara, hún er masterpiece. Myndir ekki segja það? Intouchables. Það er fínt þá bara svona, tekið hana, þú þurfi ekki að ræða hana þegar ég fyrir. Þetta er okkar spjall hana. Þetta er snilt, já. En hvað fór hún á háttjöður? Hún fer í 7. sæti hjá mér. Ok, ég seti það í 10. Ég er ekki að segja að hún sé lélegri en hinar. Þetta eru meira svona uppbóðsmyndina mínar eru öðruvísi. Já. Sko, mér fannst hún alveg brilljant. Þú veist, ég var alveg svona ætti að sleppa henni út að ég er með Amélie eina aðra svona feel good frá 2000 og eitthvað, þú veist, en hún er bara það góð einhvern veginn, hún er svo vel heppnuð. Já. Þetta er bara ógeðslega vel heppnuð mynd, alveg frá A til Ö. Alla staði. Þú veist, tónlistinn, hvernig hún byrjar, hvernig hún kemur inn í myndina. Leikararnir eru bara brilljant. Sástu endurgerina? Með Bryan Cranston? Nei, ég elska Bryan Cranston, þú veist, ég elska hann, en ég bara Þurfum við að sjá þessu endurgerð? Ef það er eitthvað svona endurgerð sem fær ágætt stóma, þá fer ég að horfa á hana, sko. En eins og í þessu tilviki? Í þessu tilfelli þá kannski skiptir ekki máli. Til hvers? Nei, nákvæmlega eins og segir. Þú veist, ég reyndi að sá hérna The Girl with the Dragon Tattoo með hérna Daniel Craig. Mér finnst hún alveg brilljant. Ég sá hann ekki. Mér finnst báðar myndirnar alveg brilljant, sko. Og ég sá ekkert eftir að sjá endurgerðina af þeirri skandinavísku. Daniel Craig er líka bara, þú veist, hann er bara með eitthvað, ef Daniel Craig leikur í lögreglu thriller, þá er erfitt einhvern veginn að, þetta er of juicy til þess að sjá þetta ekki, sko. Svo líka Fincher gerði hana. Fincher gerði hana. Strax koma áhverja leikstjóra. Fincher gerði hana, já, ok. Fyrir utan það. Leikstjórin auðvitað. Já, hún var alveg brilljant. Hún var alveg geðveikt vel heppnuð. En Untouchables, hún er bara... Falleg mynd. Þetta er ógeðslega flottur boðskapur, þetta er ógeðslega svona mikið feel good. Þetta er líka bara, þú veist, þetta er ógeðslega falleg mynd. Þetta er bara, þetta er mjög falleg mynd. Já. Ef ég þurft að lýsa henni með einu lýsingur orði... Fegurð bara. Já, falleg. Já, falleg. Þar sem ég myndi lýsa henni. Sammála. Já, þannig myndi ég lýsa henni. Hún er líka bara, hún er fyndin. Hún er ógeðslega fyndin, hún er hérna... Ég ætlaði svolítið að name-droppa hana. Ég var út í Fraklandi og vinur minn er leikari og hann leikur í bara svona, hérna... Hann leikur bara í... Já, ekki bara, hann leikur í leikhúsum í París, svona ógeðslega flottur strákur, hann er 2 árum yngri en ég, 89 módel. En bara fulltime leikari? Hann er fulltime leikari og hann er búinn að ná hérna alveg peninga út úr því, hann úti, út að hann er að leika í einhverjum seríum sem heita Le Bureau, eitthvað svo leiðis. Bureau? Já, Bureau.
Þetta eitthvað svona löggu, eitthvað svona Já, deildin þetta er eða eitthvað, já, þetta er eitthvað. Og kærasta hans er leikkona líka. Og ég talaði við hana og var eitthvað, já, þú ert leikkona og síðan hvað hefur leikið í og svona, þú þekkir ekki og eitthvað en á Lemdún og síðan Lemdún, já, og síðan bara mjög lítið hlutverk hana í Intouchables, þú veist, Untouchable, og eitthvað, mér finnst Intouchables bara geggjuð og ógeðslega vel heppnuð og Varð hún ekki stór í Fraklandi? Svo spurði ég svona, já, ég lék bara hana dótturina, hana í eitthvað. Ég sagði, dótturina, sem þurfti hérna létta leiðréttingu, eða svona léger cadrage, þú veist, sem var rebel og rebel dótturinn sem var alltaf að rífa kjaft. Og þá hló hún og sagði bara, já, þá er það hún. Þá er það hún sem, þú veist, lék. Ég bara, what? Ef hún er með línur og allt. Ert þú, já, ertu leikkonan í Intouchables? Bara, já, bara geðveikt. Þetta er svo mikið. En veistu hvort hún hafi orðið stór í þessu mynd? Hún var stór út allan heim. Já, að því hún var risastór í Íslandi. Skiptir ekki Frakland, hún var stór út allt. Hún var stór bara út allt. Hún var risastór á Íslandi, en hún var stór í Fraklandi. Þetta var bara risastór mynd. Hún bara mjög átt að skili hún var ennþá mjög ung þá, þú veist, þannig að hérna var hún orðin aðeins eldri og anyway geggjað sann, þetta er cool saga þetta er skemmtilegt svona tilvílunar næst ég horfa á myndina þá ætla ég að hugsa þetta já, einmitt, þú veist, en ég náttúrulega þetta er bara, já, þetta kærasta, hún er núverandi vin minns í Fraklandi hérna á heim í Normandí og var að kaupa sér hús og land og geggjað bara, wow. Ok, þetta er mín nummer 10. Nú erst þú komin í 9. Ég komin í 9 og aftur, það er 2 þarna í 9. Ég gat ekki, svindlaðir. Ég svindlaði, ég tróð þarna. Hefur þú séð Mesrine? Með Cassel? Með Cassel. Hún er á listanum mín. Hún er á listanum mín. Ég sett hana á minn lista líka. Geggjá. Og báða myndi, já, ég hugsaði þetta sem ein heild, sko, part 1 og part 2. Já. En ég setti, ég var ekki viss, ég vildi líka setja Les Visiteurs inn á listan líka. Ég gati ekki sleppt hana Les Visiteurs Les Visiteurs Les Visiteurs, hvað er það? Hún var endurgerð síðan eitthvað setna Just Visiting og fór til New York algjör hórbjóður, alveg sömu leikarnir Jean Reno og Christian Clavier sem leikuðu aðalhlutverk. Þetta er brilljant þetta er grín, þetta er brilljant farsi, þetta er grín. Þetta eru riddarar, hún byrjar bara svona miðöldum. Ég sá hann ekki. Og síðan kemur ykkur og býr til eitthvað poison, eitthvað, já, og við erum að fara, þú þarfst að fara aftur tilbaka til þess að ekki drepa konunginn, eitthvað, bla, bla, bla. Svo fara þær alltaf langt tilbaka og vakna og gaurin bara, notaði ég vitlaust í grítinu, þú veist, seiðkallinn eitthvað, notaði ég vitlaust eitthvað og síðan vakna þær árið 1991 í Fraklandi. Og þeir eru svona riddarar og þeir leika þetta svo vel, þetta er svo skemmtilegt og þeir eru að horfa á einhverju götu, þú veist, bara svona malbyggaða götu, sniffa svona af henni, djúvill er þetta ógeðslega lykt og eitthvað, og síðan kemur bíll eitthvað, postbíll og hvað sagði hann aftur? Kerra frá helvíti og taka sverðið og byrja bara að stúta bílnum og eitthvað og þeir ná ekki að aðlast, þú veist, þetta er svo mikið eitthvað bara svona það er allt og mikið stað. Þetta er ógeðslega mikið svona bullshit, sko, en þetta er ógeðslega fyndinn farsi og þetta gerist ógeðslega rætt, þetta er svona klift hratt. Er þetta ekki mynd frá 90 eitthvað? Þetta er mynd frá 93. Sérst franska? 93, já, fransk mynd. Gerðu þeir síðan endurgerð með sömu leikurum? Þeir gerðu síðan endurgerð seinna með sömu leikurum, þú veist, hún hét Just Visiting, á ennsku, síðan hétt hún hana Le Visiteur New York í Fraklandi. Já, í Fraklandi. Sama konceptið að þeir vakna í New York eitthvað. Þú veist. Ég man þessu coveri. Sko, ég var að horfa á hana aftur daginn, bara til að rifja upp, og myndi mér rosalega mikið á svona Evil Dead myndirnar, svona hröð klipping, þú veist, eins og myndirnar sem Peter Jackson gerði þegar hann var yngri, hana Brain Dead og Bad Taste. Þetta er svona hröð klipping, þetta er svolítið svona mikið chaos. Mikið orka. Mikið svona, þú veist, og einhvern veginn koma alls konar frasar, frasar sem, þú veist, margir frakkar kunna enn þann dag í dag, en þú veist, en það er ekkert endilega, það þýðist kannski ekkert endilega yfir, fólk er ekkert endilega pæli í því, bara sama og ef íslensk myndi svo Sótum á Reykjavík,
eitthvað, ég ger ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt. Þú veist, það þekki allir hennar frasa, já. bara svipað. Erfitt að þýða hann Já, algjörlega erfitt að þýða hann, þannig að svona svolítið köld mynd í Fraklandi og ég vildi eiginlega ekki sleppinni, ekki það að Mesrín, eða hvernig svo vil orða. Hvernig segir maður þetta fransku? S-ið á að vera silent, venjulega, en síðan hann ekki í myndinu sjálfur, hann segir, hann kallað Mesrín. Já, mér minnir þetta S heyrist. Þannig að ég veit ekki, þú veist, já, ég held að sé bara Mesrín. Ég hef allan sagt Mesrín. Gallhörð, svona glæpamynd. Gangstamynd. Bara gallhörð og þetta er líka sannsöguleg mynd. Það sem greis. Og þetta er rosaleg mynd í rauninni. Þetta er geggjumynd. Og svo var algjör nöttkeis þessi gaur. Algjör nöttkeis, sko. Og líka bara einhvern veginn svona fjölskyldu dýnamikinn í byrjun sem kollvarpus af stað, það var svo flott líka í myndinni, hvernig það var ég veit ekki séð hana síðan kom út. Nei, það er langt síðan, ég sá byrjunin á henni ég netti sér ekki að, ég bara, já, ok, ég man eftir þessu. Já. En, mér finnst kúl hvernig hún byrjar líka, bara hvernig þetta, hann er að koma frá, hann er að koma frá stríðinu, einhverju stríði, kemur heim, og er þetta ekki smá svona Scarface feeling? Jú, það er svolítið, nema hann er alveg, þú veist, með góðan bakgrunn, pappans vill hann fá í vinnu og mammans er eitthvað svona og síðan bara fara hann leið á þessu lífi sem er bara, þú veist, að mæta í einhverju vinnu og bara velur frekar glæpa lífið, basically, og gerir alls konar svona, hann er að stela, hann er gett fljótur að hugsa til dæmis þegar hann fer og rænir fólki kemur heim og það er atriðið, þú veist, þar sem fólki kemur heim og hvað er að gera hann og þeir halda á öllu sem eru að fara að ræna. Já, því miður þá hefur verið, hann lígur sér út í. Hann lígur sér út í, þykist vera að lögga og eitthvað, ógeðslega fljótur að hugsa eitthvað, auðvitað, geðvikt. Og Cassel er geggjar í þessari mynd. Cassel er nefnilega þannig leikar, hann er svona skerandi, fljótur. Hann er töff líka. Já, hann er töff, hann er hraður. Og þú veist, þetta er bara eðaleikari. Er hann til þess, veistu það, er hann alveg risanafn í Fraklandi? Hann er einn af þessum stórum í dag, já. Ég myndi segja það. Hann er nefnilega leikið í svo mörgum myndum og líki í Hollywood. Hann hefur verið duglegur. Ætli hann sé svona Mads Mikkelsen fyrir Danny? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að það sé svolítið líkt þar á milli. Því ég hef alltaf fengið á tilfengjum að hann lítur á eitthvað risanafn í Já, hann er það, sko. Þú veist, en frakkar eiga svo alveg slatti af nöfnum svo sem svo stórum. Já, mér finnst Renault, Gerard Depardieu, þú veist, eitthvað. Síðan eru líka stór nöfn sem kannski er ekkert endilega alþjóðleg en eru í Frakklandi. Já, stór í Frakklandi. Já. Ok, Mesrin. Ég er nefnilega mann eftir einu atrið í þessari mynd. Það var held í part 2. Fer hann ekki að reyna að frelsa eitthvað að bjarga eitthvað úr fangilsi? Keiri bara upp að fangilsinu. Þetta er biluð mynd. Opnaður, maður er bara, hvað það gera? Þetta er biluð mynd. Mér fannst það geggjaðar. Þetta er geggjuð mynd, sko. Hún er ekki á topp 10 listanum mínum, svona. Ástæðulegri? Topp 10 listanum mínum, ástæðulegri. Og hún kom hjá mér, eða hún endaði hjá mér. Ég bara sett hún hana. Hún er nummer 6 hjá mér. Hún er nummer 6 hjá þér, ok. Mér finnst það æðislega mynd. Og þetta er þessar 2 myndir, þessi mynd. Já. Mér langar að sjá þær einmitt aftur. Hún er alveg þessu fyrir því að sjá aftur. Þú veist, þegar maður er í stuði, út af hún er löng, þú veist, maður þarf svolítið að setja í sig stellingar og svona, núna ætla ég að horfa svolítið flotta glæpamynd, þú veist, ég myndi alveg horfa á Goodfellas aftur, þú veist, ég myndi alveg horfa á einmitt. Þetta er svona þessli mynd, eins og sé, ekki svona Scarface típa og... Departed mynd, svona, þú veist, náttúrulega glæpamyndunar frá Bandaríkjunum eru, þú veist, bara einu stigi ofar, sko, út af þeir gerast í Bandaríkjunum, þar eru bara, þú veist, landið hefur bara verið byggt upp af glæpagengjum. Þú veist, í Bandaríkjunum nánast, sko. Sérstaklega Villtra vestrið. Já, það er góð punktur. Þú veist, þannig að þetta er... Útlagar og svona. Útlagar og, þú veist, Chicago gangsterarnir og svona, ég elska þetta allt saman, sko. Þetta er bara, þetta er algjörst. Þú nefndir allt ég elska vestra, túrikadæmið, og ég elska líka svona bannárin. Já, bannárin. Í frökkum og með eitthvað hatta og Tommy Guns. Ég heyrði eitthvað tján, ég las þetta á netinu, þetta kannski bara eitthvað orðrómur, að Tarantino hefði áhuga að gera mynd, þetta er mörg ár síðan. Já, ok. Gerast á bannárunum. Þegar ég las því, bara, please, gerðu það mynd. Já,
það er eitthvað, sko. Það er eitthvað. Er þið geðvegt? Ég er svolítið fúll yfir hann sé bara eitthvað, já, ég vil bara gera 10 myndir og eitthvað. Þú veist, hann er of mikið að spá í eitthvað legacy og minna að spá í bara að búa til góða mynd. Vorum við eitthvað búin að ræða það? Já, örugglega. Ég er búin að ræða þetta aftur og aftur og aftur. Ég rugglast út um það, ég hitti svo marga og svo talaði við á Facebook og eitthvað. Ég er náttúrulega, þetta er uppáhaldsleikstjóri minn og... Líka minn? Við vorum búin að ræða þetta núna. Já, ég held að, við erum kannski endur okkur. Já, alltaf. Og ég kom með mína nummer 9. Já. Ég gæti trúa að þú sett ekki búin að sjá þessa mynd. Ok. Og ég sá hann bara einu sem 2005. Og ég get ekki komið með eitthvað svona detailed, þú mátt ekki sjá listan minn, Jóhann. Ertu hann að horfa á listan? Nei, ég er bara að bíða eftir með anticipation. Ég er bara spenntur. Þú er svo spenntur. Ég er spenntur að heyra þetta. Þetta er myndið til Luc Besson. Ok, já. Það kemur 2005. 2005. Býtu, ekki segja neitt. Já, viltu giska? Leif mér að giska, er það Fifth Element eða? Nei. Telst það líka fransku? Ég veit það ekki. Ég gæti trúa það. Ég gæti trúa út af Leon. Eins og Leon? Já, kannski. Ég veit ekki, ég þóri ekki að fara með það. Nei. En það er alltaf... Disclaimer, ég þóri ekki að fara með það. Leon er það allavega. Ok. Allavega, já. Viltu giska? Þetta er svolítið Leon. Luc Besson með 2005. 2005, býtu, ok, hvað? Svona lítil mynd. Hvað var ég að gera 2005? Þá var ég bara í ruglinum. Ok, og ekki var einu vísbendingu. Já, hvað er með það? Svartkvít mynd. Býtu, af hverju man ég ekki eftir svartkvítri mynd? Ég held að þetta sé ekki fræg mynd. Man ekki eftir... Yamakasi, nei, hún var ekkit eftir Luc Besson. Framleiðar ekki hana bara það eitthvað. Jú, eitthvað svolítið. Hann var búin að framleiða millamynd. En hann leikst í þessari. Það er í nokkuð versum. Hún heitir Angel A eða Angela. Ég held að það sé Angel A. Damn. Þú kannast ekki við það? Mér kannast ekki við það. Þetta er svolítið sérstök mynd. Ég ætla að tjekka á henni. Og coverið er mjög töff. Ég keypti hann á sínum tíma á DFT. Þetta var Blind Buy. Þetta ég fíla alltaf Luc Besson. Ég ætla að sína coverið þessari mynd. Og þetta er virkilega góð mynd. Kannst við það? Nei. Já, heyrðu. Þetta er hérna með Jamel Debbouze, eða ekki? Ég man ekki hvað hann heitir. Lítill svona handalaus eða svona vantar hann hendi. Já, hann lendi ykkur slisi. Já, það er í alvöru, sko. Já, einmitt, ég las það. Þú er ekki séð sem þetta? Ég sé nokkur atriði úr þessari mynd, en aldrei einhvern veginn gefið mig tíma til þess að tjekka á henni. Ég verða að tjekka á þessari mynd. Já, en ég ætla samt, disclaimer. Já. Það er svo landsins sá hana, en ég man mér fast töff. Það er einu fjallar með mann sem hitti sér þessa konu. Ok. Og hvort að hún sé engill eða eitthvað. Já, það virkar þannig. Það virkar þannig svona allavega á þetta. Já. Ok, ég bara geggjað að... Þú ert sóld. Ég er sóld, ég fæ svona, ok, en ég ætla samt að taka mig pása frá frönskum myndum á restunni. En þú veist aðeins allavega. Hardcore bandarist Hollywood. Ég er rosalega Hollywood gæi. Ég líka, ég skammast mér ekkert fyrir það. Ekki heldur. En mér fannst þessi mynd, eins og segi, þegar ég keypti hana, hún komur óvart, ég horfði hana einn á sín tíma og hún svona listræn, falleg, flott lúk á henni, ég hugsa þetta sé mynd sem ég myndi alveg fíla að horfa á þessa mynd. Og í minningunum, hún var ekki eitthvað svona svaka arti þungmynd, þetta er ekki þannig mynd. Nei, ég mitt. Ég hef fæða ekki á tilfinningunni með þess að ég fæða á tilfinningunni að þetta sé svona fagmannlegt production. Já. Og bara sem þú sér coverið, ég mun splæsa postundum hérna á YouTube-útgána þess að þetta. Þegar ég sá coverið, ég var bara, wow, ok, ég til að tjekka. Þetta er coverið sem þú vorst að sína mér. Já. Þetta er alveg grípandi cover. Þetta er grípandi cover, já. Þannig að ég myndi mæla minni líka bara fyrir það sem fíla Luc Besson, en hafa kannski ekki séð svona mynd eftir. Já. Hann er kannski eins og segja, Leon, Nikita, þannig gaur kannski frekar. Þú notar beðinu Taxi, þú veist. Hún er ekki hjá mér. Nei, ekki hjá mér heldur. Taxi 1 og 2 sagðan. Þær eru alveg skemmtilegar. Aha. Þær eru alveg skemmtilegar. Mér finnst það. Ég svo 1. Er þetta ekki alveg? Sástu ekki 2? Nei, ég svo bara 1. Sko, 1 og 2 eru góðar, ég myndi láta hitt vera. Þú veist, hitt var ekki... Hvað gerir 4? Já, það var eitthvað svona... 3 eða 4? 3 var í svona snjóin. Já, alveg. Það var svona á svona skíðasvæði. Þá breytist þetta í eitthvað svona, verður allt og mikið eitthvað. Svolítið svona frönsk útgáfa af Fast and Furious light. Nei. Nei, þú veist, þetta verður aldrei eitthvað... Þeir eru ekki að fara til game. Þeir eru ekki að fara til game. Ég sá ekki
F9. Og var ég að spoila eitthvað? Nei, ég vissi samt að þessu. Spoiler fyrir Fast and Furious 9. Já, spoiler alert. Já, Taxi, hún komst ekki á listina mér. Ekki á mér heldur, sko. Það er örgulega, er hún ekki frá 96? En ég hafði mjög gaman að henni þegar ég var yngri, sko. Þegar ég fór á henni bíó, ég man eftir þegar ég fór á henni bíó nummer 1 og 2, þú veist, það er eitthvað við þessar myndir sem svona, eitthvað gripið mig þá, þú veist, kannski eldist ekki það vel, sko, ég veit það ekki. Svo var ein mynd, til að tjekka hvort það sé að sjá hún er ekki á listanum mínum, en ég var bara svona, ég var til að setja hann á listan, var hún ekki svolítið töff? Hvað mynd? En ég þorði því ekki, að það er svo langt sín sá hann, ég marg lítið eftir henni. Doberman. Já, Með Cassell, sko. Varst þetta henni? Já, Er það rusla? ég hef ekki, ég einhvern mann reyndi að horfa á hana, ég einhvern veginn gafst upp. Það er aftur það? Eða varst þetta búin að sjá hann alla? Á þeim tíma sem ég sá hana einhvern mann, þá sá ég hana með öðru auganu og það ég var bara, hún greip mig ekkert, sko. Nei, því ég er svo hræddur að þegar ég sé hana, þá er ég bara krakki, skilur við. Já, ég er svo hræddur að hún sé umuleg. Hún er örugglega ekkert sérstök, sko. Ég er svona, án þess að ég viti það, þú veist, ég held að sé alveg einhverju sem fíla þessa mynd og kannski maður tjekki á henni einhvern mann. Ef einhver skammar mig núna fyrir að segja, þetta er geggjum mynd, þá bara, ok, ég skal sjá hana aftur. Ok, já, nákvæmlega. Ef einhver kommentar á YouTube-brásunum mína, undir þessu þætt okkar, að Doberman sé geggju, þá skal ég tjekka hann. Já. Ok, þannig að Doberman er ekki listar mínum. Hvert eru við komnir? Ég á með nummer 9, þú búið með nummer 9. Þá eru komin 8 hjá mér. Komum 8 hjá þér. Og ég setti bara Amelie í 8. Ok. Frábær mynd. Þú veist, ég setti bara Amelie í 8, ég vildi ekki sleppa henni í topp 10, hún er bara masterpiece. Já, hún er bara, þetta er svona rom-com svona sem þetta er svona góð rom-com, feel-good rom-com mynd, svona, þú veist, falleg, vel gerð og svona, og af þessum myndum eins og City of Lost Children, Delicatessen og ég held að þessi sömu framlöndinu sem eru í þessu öllu. Sami leikstjóri. Þá er Amelie einhvern veginn, mér finnst hún einhvern veginn grípa mig það mikið, þú veist, þegar ég horfa á hana, að þegar ég þarf að velja að klára City of Lost Children, ég hef aldrei nefnt að klára, ég hef tekið 3 tilraunir eða 4. Flott mynd, en hún var ekki mikið fyrir mig. Ég náði ekki einhvern veginn, það var of mikið eitthvað svona skrýtið. Já, þú veist, það var flott, umhverfið var flott, þetta var frumleg mynd, en síðan er það bara ekki nóg, einhvern veginn. Síðan var Delicatessen, þú veist, Amelie, einhvern veginn, af þessum myndum vildi ég hafa Amelie. Þú tengdir betur við hana? Já, mér finnst tónlistin brilljant, tónlistin skorur alltaf mjög hátt hjá mér í kvikmyndum. Þú veist, ef að tónlistin er alveg meistaraverk, þá er það, sérstaklega að það er búið til fyrir tónlistina, fyrir myndina, þá er það alltaf. Þú ert þannig bara kvikmynd og skor? Þú ert ekki þannig lög, fattar þau? Nei, ég er að tala um skor, já, ekki soundtrack, en samt síðan las ég eitthvað nánar munin á soundtrack og skor, þá er soundtrack víst allt, en skor er bara, þetta er eitthvað steikt. En er soundtrack, ég held að það var alltaf sko, ég tók því alltaf þannig. Já. Síðan fór ég eitthvað að googla, ok, þú veist, ég kannski eitthvað bulla á þetta, ég var eitthvað að segja þetta, soundtrack er bara lög og þetta en síðan var eitthvað munur þar á, sko, þú veist, að það var soundtrack, þú gast alveg sett alla tónlistina undir soundtrack, en síðan skorið væri bara svona tónlistin sem er samin fyrir myndina alveg þú veist, skor, þú veist, eins og þú getur sagt að Star Wars lögin, þú veist, Asteroid Field og bla 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 og bla bla. Eftir John Williams sé soundtrackið og getur sagt það. En það er líka, sem nú er pælið sem Star Wars, alltaf munur á því að það er engin lög þar. Þegar ég sé lög, þá er ég að tala um eitthvað poplag eða eitthvað söngvar. Og þegar að vera að tala um soundtrack, þá er líka verið að tala um lög sem er ekki, þú veist, original score. Original score er það sem við tölum um þegar við erum bara að tala um þú veist, það sem við getum sagt það þessi. Frumsamda kvikmynd og tónlist. Þannig að það fellur undir bæði í soundtrack fellur bæði skorið og lög sem þú velur fyrir myndina, en í skor er það bara skorið. Ég veit ekki um það, ég hef ekki kynnt með það alveg. Ég held þetta sé þannig. Disclaimer. En allavega þá er
þá skorið, eða þú soundtrackið Í Amelie. Er bara frábært og það hýfir alltaf upp myndina. Þú veist, fyrir mér tónlistin, það hýfir alltaf upp myndina. Saman með Avatar, til dæmis, tölum það held ég daginn. Það hýfir upp myndina. Að mínum mati. Ég næmur fyrir góðri tónlist og ég elska góða tónlist og tónlist bara eitthvað. Áttu uppáhalds, sem það að tala í kvikmynd og tónlist, þetta bara strax í hug. Það Avatar eða? Uppáhalds tónlist, svona composer. Eitthvað svona kvikmyndaskor í eitthvað ákveðinu bíómynd. Ég myndi segja Indiana Jones kannski, þú veist, Raiders of the Lost Ark sé bara, þegar Raiders of the Lost Ark og stefið sérstaklega þá kom, áttaði á því að það var ekkit, þetta var bara frumsamið þá, þú veist, það var ekkit, þetta svo ótrúlegt hvernig það næra. Það svo iconic í dag. Þetta iconic, og þetta var iconic samt strax, sko, en þetta hættir aldrei að vera iconic. Svo tónlistin eða soundtrackið inn á milli, skorinn á milli, þú veist, eins og það var einhver að pósta á kvikmynda áhugamenn, shout out, það var að pósta þetta bara besta soundtrack í heimi, finnst mér. Þá var hann að tala þegar Indiana Jones að klifra niður í mapprum og að setja the staff of Ra á staðinn til þess að finna gröfina. Þá kemur eitthvað tónlist sem John Williams bara galdramaður. Hann bara magician þegar það kemur að þessu. Algjör, 100%. Svo ég líka með The Land Before Time, teiknimyndin, og ég set teiknimyndir undir kvikmyndir stundum, þetta bara kvikmynd. Algjörlega. The Land Before Time með Steven teiknimyndin sem Steven Spielberg leikstýri held ég. Nei, ég held hann ekki leikstýri. Voru ekki tala Don Bluth. Ég held að Spielberg að framleiða hana. Já, hann framleiðir hana. Tónlistin í henni sem James Horner sem dó 2015 hana í flugslýsinu, það líka svona, ef ég þarf að nefna eitthvað, þú veist, þú vorst að spyrja með tónlist. Þannig að þessar tvær þetta fyrst í hug? Í tónlist, já. Bara eitthvað svona geðað skor, magnar myndina. John Williams og James Horner, þeir tveir, þú veist, minna, þú veist. Ok, ein spurning núna, bara smá útudór, samt tengist Indiana Jones. Hvað betri mynd? Raiders of the Lost Ark eða Back to the Future 1? Ég myndi, Back to the Future, þú veist, þetta alveg... erfitt? Nei, samt, ég veit alveg svarið. Okay. Það Raiders fyrir mér, sko. Það Raiders? Það Raiders fyrir mér, sko. Ok. Ég er að stilla upp vekk, sko. Þetta var mjög easy fyrir mér, sko. Ég sá Raiders þegar ég var, 5 ára? Þá sá ég fyrst Raiders of the Lost Ark. Og ég var bara... Blown away. Já, ég var bara blown away, skilur. Þetta var bara Indiana Jones. Þetta var bara... Harrison Ford, þú veist, á sínum besta tíma þegar hann var Raiders of the Lost Ark á móti nasistunum, þetta var bara á þess að ég vissi nákvæmlega hvað nasistunum voru, ég sá bara einhvern mann að brána á honum andlitið í lokinu og eitthvað, þetta var bara best, skilur. Og tónlistin svona greip mig og... Þannig að, þú veist, ég ekkert að spyrja tónlistan beint, þetta bara svona myndin, ástæður ég spyrði ég spyrði Tóma Valgis að þessu. Já, hvað sagði hann? Back to the Future? Nei, hann sagði Raiders. Hann sagði Raiders líka? Hann bara svaraði svona. Já, ég sammálunum, ég get verið sammálunum, ekki það að Back to the Future sé ekki meistarverk líka, þú veist, ég sá hana líka mjög snemma og hún var alveg big deal þegar ég var lítill og, þú veist. Ég fór bara að pæla í sig þeir, mér finnst það báðar meistarverk. Já. Og að koma... Báðar nostalgía. Já, að koma báðar 80s myndir. Já. Og báðar urðu svo iconic, svo góða myndir. Já. Ég fór bara að velta þessu fyrir bara, hvort mynd ef ég þyrfti að velja? Mér finnst þetta alveg pínu erfið. Þetta er svakalega. Ertu ímyndaðir að þurfur þá að þurrka eina út eða eitthvað svoleiðis? Já. Og þú myndi að þurrka út Back to the Future? Ég myndi gera það, já. Ok, höldum að fara í Frakklandi. Ég gæti ekki þurrka út Raiders. Ég gæti það ekki. Ok, höldum að fram. Varst þú ekki nummer 8? Ég var nummer 8 og síðan var 7 Untouchable sem þú veist, sem við vorum búin að ræða. Já, Untouchable, já. Já, þannig að þú veist, Ok, ég tek nummer 8 og þá 7. Þú varst með Amelie, frábær mynd, ógeðslega vel gerð, vönduð, og ég að koma með eitthvað kjaftaði núna. Nei, hættu nú alveg. En mér fannst þetta skemmtileg mynd, þú mátt ekki skoða listan. Ok. Ég held sem þú ert búin að sjá hana samt. Þeir endurgerðu þessa líka. Þeir endurgerðu hana með Paul Walker. What? Hvað myndi það?
endur gerði hana með Paul Walker. Ég vil taka fram, strax risa disclaimer. Þetta er ekkert merkileg mynd. Já, En mér fannst þú skemmtileg. Hún var nóg merkileg til þess að þeir endur gerði hana samt. Þeir endurgerðina. Ég nefndi ekki að sjá endurgerðina. Nei, ok. Hún heitir District B13. Já, ég hef séð hana. Ég man eftir henni. Annar svona parkourgaur. Já, ég man eftir henni. Martial arts gay. Alls konar svona, þú veist, einn múslimi, einn kínveri, einn svertingi, einn, þú veist, katholskur, hvítingi, þetta voru svona diverse team. Ég man ekki eftir því. Ég man þetta var svolítið pólitískt, sko. Aha. Já, þetta var svolítið pólitísk mynd, sko. Síðan kom... Á sínum tíma? Já. What? Það var svolítið pólitísk. Upp á bara blöndun af fólkinni í myndin? Já, þú veist, hetjurnar voru blandar og þeir voru, þú veist, teimi og það var eitt svona múslimi, eitthvað svona klættur eins og múslimi og síðan var annar, þetta var svona parkourmynd. Já. Og þetta var líka, þú veist, er rosa mikið svona eitthvað District 9, þú veist, þetta er svolítið svona Elysium, neðri stjettin, lokuð inn í eitthvað, lokuð inn í eitthvað ghetto. Já, þurfa að fara inn í eitthvað svag, gerist aðeins í framtíðinni. Já, gerist aðeins í framtíðinni, já. Og málega það sem ég fílaði við þessa mynd, þú veist með svo 2 gaura, eins og annar er svona parkourgæi og hinn er lögga. Og þegar þeir eru kynntir í myndinni, þeir fá báður alveg svona töffatri. Já. Og ég elskaði. Já, svona tím og... Ég hafði ekkert sinni trailerni. Ég vissi ekkert alveg þessu mynd. Fór svolítið blindin í hana. Og ég elskaði að þeir voru saman í eitthvað svona tími að fara inn. Lögga þurfti að fá hinn parkourgaurinn. Já. Hann var úr þessu hverfi minni mig. Þeir þurfti að nota hvern annan. Já. Og þetta er svona kjánuleg mynd og köflum. Já, en þú veist, góð mynd. Skemmtileg mynd. Skemmtileg mynd. Ég man eftir ég fór á hann í bíó og hérna, er þetta ekki Luc Besson? Hann framleiti hana líka. Hann framleiti hana, ok. Það skrifa hann líka. Ok. Ég held mér sem þessi leikstjóri. Og þetta var í hvaða sæti? 8. hjá þér? Já, þessi leikstjóri fór og gerði síðan Taken. No way? Já, gerði Taken eftir þetta? Já, Pierre Morel. Ok. Hún er 8. sæti hjá mér. Fyrir þá sem að hlusta, hefur verið í stuði fyrir eitthvað bara svona létt, fínan hasa. Já, þá er District 13 fín. Fínasta mynd. Fín svona mynd. Já. Þannig ég vildi henni svona nefnuna því ég held ég aldrei nefnt hana á nafni í þessu podcasti. Já, svo var þetta þegar, þú veist, þetta diversity dæmi var ekki political correct, sko. Þú veist, þetta var á þeim tíma þar sem þetta var ekki, þeir voru ekki að reyna að fá okkur stig. Þetta var bara þeirra boðskapur. Það var hana í lokin, þá var þetta alveg svona... Ég man það ekki. Það var alveg svona, við erum fjölskylda, við erum öll eitt og eitthvað svona. Hatar það bara alltaf í myndum með það? Nei, ekki ef það er, þú veist, fínn boðskapur. Ég er alveg for diverse, þú veist, ég er alveg fyrir breytileika, sko. En er ekki orðið, ég ætla ekki að fara eitthvað pólitískt spjall, en er þetta ekki orðið, bara eitt stutt? Er þetta samt ekki orðið svolítið í dag? Núna er þetta orðið bara til þess að fá okkur rockstig, sko. Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég ætla að segja hina hliðina, því ég þoli ekki öfgar alveg saman hvori megin það er. Núna finnst mér bara að líka ef það er ráðinn svartum maður eitthvað hlutverk, þá bara þetta woke, þetta er svo mikið klikkun. Þetta er polarist, en ég er samt skil alveg þetta, það var samt eitthvað geggjumynd núna daginn það sem... En skilur, er alltaf hægt að segja þetta? Nei. Því mér finnst það galið. Nei, það er ekkert alltaf hægt að segja þetta. Sumir ofnota þetta líka. Já, ég sé það. Ég er alveg sammála því. Þú veist, það eru öfgarnar í þá hináttina. Það er alveg hægt og maður sér það alveg, sko, líka. Það fyrir nett í töðunar. Já, það eyðileggur líka fyrir, þú veist, það er svo þeir eyðileggja fyrir sitt eigið lið. Ef þeir geta að skipta svo í lið, ef þeir ætla að skipta svo í 2 póla, sko, og þeir sem eru mest að rífa kjaft fyrir hönd þennan póls eru að eyðileggja mest fyrir þennan pól. Þú veist, það horfa allir á þau, það nennir enginn, þú veist, fólki sem er með eitthvað drama og eitthvað væla og, þú veist, ef þú kemur með góð rök kannski, þá er það bara fínt. En ef fólk er að rífa kjaft og byrja að vera leiðindi. En þú veist, er þetta ekki bara orðið svona einum of? Jú, þú veist. Og maður er bara svona býtu, kannski vildi horfum bara á bíómyndir og njótum þess. Það er ekkert allir með eitthvað svaka agenda. Nei, ég er alveg sammála því. En þetta var ekkert agenda beint, þetta var bara boðskapurinn þeirra í District 13 sem var flottur, sem var alveg, þú veist. En getur ekki líka bara verið að þetta eru leikarnir sem þeir vildu ráða bara?
Nei, það var í lokin, það var ræða hjá, þú veist, hérna, í lokin á myndinni, þá var, þú veist, einhver ræða, ég skilur. Sem var allt í lagi, sem er ekkit, ég er ekkit á móti diverse samfélagi að hvað það er, skilur, en... Voru ekki aftengi einhverja sprengju eða eitthvað? Mér minni það. Jú, en það var alltaf, það var eitthvað undirliggjandi samt líka plott undir því, þú veist, það var ekki bara sprengjar sem voru, það var eitthvað annað plott líka undir þar sem einhver gaur vildi hreinsa út, hérna, það var búin að búa til þetta distrikt dæmi til þess að hreinsa út á Ríku og fátæku frá Ríku og eitthvað bla 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 og þá var í lokin þá hérna var einhverjir sem þú veist sögðu bara þetta var svona equality message og ég þarf að horfa aftur á hana þetta var svona equality message og það er það sem frakkar eru svolítið, þeir eru svolítið social sem er bara, eða þú veist pólitísklega séð þá eru svolítið svona socialists já, ég skilji, ok Anyway. Förum ekkert meira til það? Nei. Ok, nummer 7 hjá mér. Varst þú ekki með, þú varst búin að segja þínu 7? Ég er búin að segja Intouchable sem er. Ok. Nummer 7 á ég segja franska hreim. Já, segðu. Frontiers. Frontier. Oui, frontier. Oui. Hvað þetta var hjá mér? Frontier. Þú varst með þetta bara, frontier. Myndi ég fá hvað? 7-8 í einhvern? Hún fær 7-5. Ok, Frontiers. Hefur þú séð hana? Já, ég held ég hafi séð hana fyrir löngu. Ég var einmitt að spá í hvort ég ætti að fara að rifja upp Frontiers og Martyrs. Ok. Var ekki líka Martyrs? Var hún ekki líka eitthvað rosalega... Jú, hún kom líka á svipum tíma. En það var langt síðan ég sá þær og ég man ekkert mikið eftir þeim og síðan vildi ég bara vera svolítið svona... Það er ekkert mikið pláss á listanum. Nei, þetta er góða myndir. Já, ég meina Frontiers fannst mér skemmtileg, hún er ógeðsleg. Hún er ógeðsleg, það ekki? Hún er alveg bara... Frakkarnir misti svo á sínum tíma. Þeir voru bara að gera svona... Hills Have Eyes, það var bandarísk mynd. Bandarísk, já. Það ekki? Já. Hún er ekkert með við... Er þetta ekkert svipað svona stöf? Nei, frakkarnir, ég get alveg sagt það strax, það eru 4 svona myndir á listanum mínum. Sko, ég sá hérna, hefur þú séð The Glacier, hérna... Ísjaka myndina hana með ógeðslegustu myndirnar og síðan er eitthvað næst sem að kæri sig ekkert ég ætla ekki að horfa á það. En það er svona... Ísjaka myndina? Já, það er mím á internetinu sem er búið að skipta myndum yfir í flokka, yfir í hversu ógeðslegt stig þær geta orðið. Og neðsta er bara þá ertu bara draugur eða svona zombie bara getur ekki meir, skilurðu. Hefur ekki séð, þú veist, katt sem er svona, fær smá svona auga, síðan verður hann bara svona uppljómast allur, þú veist, svona mím með svona stigum. Nei, ég þarf að tjekka þess. Ok, þetta heitir Iceberg meme, movie Iceberg meme. Iceberg movie meme. Já, ég var eitthvað að finna einhverja myndir hérna og mundi þá að horfa á The House That Jack Built út af að hún var sett í sama flokk og Serbian-film. Þannig að þú veist, ég sá bara, já, ok, Serbian-film er þarna og síðan er enna sem ég reyndi að horfa á og ég horfði á hana og mér fannst hún bara frekar slöpp bara. Já, illa leikinn og eitthvað, ég svona náðu ekki að kaupa þetta, ég reyndi. Ég er búin að finna það. Er þetta ekki þetta? Jú. Hvaða fucking mynd? Ég þarf að kíkja á þessu mynd sem eru neðsta. Nei, sko, ég fór aðeins að kanna þetta og þetta eru bara snöff myndir. Já, þú vilt ekki... Nei, heitir snöff R73. Nei, þú vilt ekki, sko, það var einhver auglýsing á þessu, síðan er þetta er fólk sem er á the most disturbing person on the internet eða eitthvað stendur, ein mynd það sem er bara neðst og hérna, síðan las ég bara titilinn á einhverju atriðana og ég bara, þú veist, þú lærið sko. Þetta er leikir. Nei. Þarna ertu komin í alvöru snöff kjaftaði, sko. Reyndar Face of Death er hérna í... Þú ert komin í alvöru snöff kjaftaði, en það fyrir ofan svona heimildadæmi, þú veist, svona alvöru viðburði og bla bla bla, síðan fyrir neðan það er alvöru snöff kjaftaði sem fær blóðið til þess að sjóða í mér, þú veist, ég verð að fá að segja eitt. Þetta er pure evil, sko. Pure evil. Það eru 8 stig, þetta eru 8 þrep. 8. þrep er versta, bara fyrir fólk sem að hlusta. Saló
viðbjörslumynd, Martyrs viðbjörslumynd, Cannibal Holocaust, House of Jack Bale, þetta er allt viðbjörslumyndir. Það eru samt bara í þriðja. Já, þeir eru í þriðja flokknum, já. Af 8 þrepum. En það er ykkur gaurar sem eru búin að, það eru gaurar sem eru búin að flokka þetta, tala þetta, þú veist, ég fór og hlustaði bara á channels hjá liði sem er búin að, þú veist, sem tala þessar myndir, útskýra þess að ég er ekkert að fara í gegnum þetta allt, sko. Ég er bara ekki séns, sérstaklega neðst, þá ég vil helst bara, þú veist, kommentin, bara til þess að útskýra hvað fólk var að segja, þetta er ástæðan fyrir því að það eru bandarískir skriðdrekar að valta og drepa bara heilu þorpin. Það eru það, þú veist, bara make ekki svona evil. Evil er bara, þú veist, það er það sem fólk fattar ekki, sko. Já, þú meina að þeir sem gerða þessar myndir eru evil. Já. En er það ekki leikið? Og oft á þessum svæðum sem eru, fátækari og Miðausturlöndun og eitthvað, þessi most disturbing dæmi er eitthvað, þetta er bara snöff films gerðar í war crimes, þú veist. Og ég er eitthvað svoleiðis. Ég meina, þú meinar að það er engin söður á þessu? Er þetta bara eitthvað stötta klippur? Og svo er það sem gerir þetta extra evil er einmitt það, þetta er svona artistically, þú veist, þetta er gert svona fyrir listina eitthvað og þú veist, auðvitað er það, þú veist, alveg... Því sko, ein heitir hérna, hún er í næst síðasta, nei, hún er í 7. The Dark Side of the Porn. Ég haf ekki lesið þetta. Squirmfest. Ég vil bara frekar halda mér í myndir sem, eins og bolluðinum. Það eru flottar myndir. Ok, hvaða myndir er þetta? Ég kom í ból. Ég kom sérstaklega fyrir þér. Ég elska þessa mynd. Mér minnir þú hann bara að tala um þessa mynd. Þetta er Paimon. Þetta er 8. hlið helvítis eða eitthvað svo. Úr hvaða myndir þessi bólur? Þetta er úr The Hereditary. Hún kemist max level 2, sko. Já, hún er bara Disney-mynd með við þetta drast. En það skiptir ekki máli. Hún er samt á einhverju leveli sem er svona gæðarlega séð. En er ekki pínu svindl, því að við erum að tala um Hereditary, frábærmynd, en er ekki pínu svindl að gera eitthvað svona lista? Og hafa sér bara eitthvað Face of Death, það er ekki bíómynd. Það er eitthvað flokkunana, það er eitthvað heimildamindir, það er eitthvað sem er, þetta er bíómyndir, sko, þú veist, sumar af þessu flestar af þessu eru á IMDb, held ég. Þú veist, þetta neðsta dæmi er samt eitthvað, ég vil helst eiginlega ekki segja uppátt hérna í þáttunauðinum. Þetta er ógæðslegt, sko, þetta er eitthvað sem það var reynd að tala þetta fréttum daginn, það sem er svona vinna hjá lögreglunni, sérstök vinna við það að fara yfir svona efni og hversu erfitt það var og svona. Og ég kom í maður, tölum við hvað hana? Já, þú veist, þannig að... Ég fíl ekkert eitthvað svona alvöru ógið. Nei, auðvitað ekki, þú veist, og engin með eitthvað alvöru... Heilan haus og heilbritt gerir það, skilur, þetta er bara... Fyrir með Frontiers. Hún er ógeðsleg, en hún er ekkert kannski mjög ógeðsleg. Það er verið að pína eitthvað 2 stelpur eða eitthvað í Frontiers, eða ekki? Þetta er... Hvernig var það? Það er að reyna að flýja. Þetta er einhverju þjófar sem flýja frá París, það er eitthvað svona óeirður í París. Já. Það er einhverju franska borg, minna þessi París. Já. Þeir enda á einhverju svona móteli, eða einhverju sveitahúsi, eða sveitabíli, það sem er einhverju svona nýjónasistar, einhverju nýnasistar ógeð og það er líka eitthvað svona war crimes sem... Já, fólk er skotið í andlitið og hausinn og þetta er bara svona hryllings hengt upp á krókum Þetta er ógeðsleg mynd, en þessar franska myndir, það með eiga það er eiginlega alltaf vel gerðar. Já, þetta er þá svona í stíl við Martyrs, til dæmis. Martyrs og náttúrulega fyrstu myndina sem voru svona brautryðendur. Ég sá hana fyrir stuttu, það náttúrulega var Texas Chainsaw Massacre. Það var svona brautryðandi í þessum... Já, þú ert ekki talað bara Frakkland. Genre, nei, bara þessar tegundir af myndum, sko, þú veist. Var það ekki rétt hjá mér? Það er svona, í þessum tegundum af hryllingsmyndum, þá er sá sem byrjar að láta boltan rúlla og er brautryðandi í þessu, það er Texas Chainsaw Massacre, það ekki? Jú, er það ekki? Ég myndi halda það. Hvað er hún? Hún er 1970. 70? Já, kannski eitthvað í kringum 70. Hún er alltaf ekki 80, hún er 70 eitthvað. Hún er 70 eitthvað, sko. Já, það getur þessi rétt hjá þér. Þannig að það er svona, mér finnst það áhugavert að sjá hana, hún var alveg skemmtileg og út af því þú fjárfestir í karakterina, þú byrjar að kynnast þeim áður en viðbjórinn gerist. Og það er það sem er svona
þú veist, og ef þetta er vel gert þá á það að skila bara, fuck. En svo getur vel verið ef að þú myndir horfa á þessu mynd. Varstu búin að sjá Frontiers? Ég hef búin að sjá hana fyrir löngu held ég, okay. annarkvort hún eða Martyrs eða báðar, já, það getur vel verið að ef þú myndir horfa á hana, þú er bara svona, þetta er ekkert vel leikja, þegar þú skilur frönsku, ég skil ekki frönsku, mér finnst þú virka vel leikin, og það líka gerir eitthvað við hryllismyndir, sem er að tungumáli sem ég skil ekki, sem gerar oftast aðeins meira skeri. Já, kannski, ég veit ekki, ég sá eina góða hryllismynd sem var svona, svolítið komisk inn á milli líka, með Vincent Cassel, sem heitir Shaitan. Já, ég mér minnir sem hún sjá hana. Hún er bara skemmtileg, sko. Hann er algjör klikkaður svona bóndi sem á, Er ekki alveg 15 ára gömul eða eitthvað? Jú, hún er alveg frekar gömul, sko. Þetta er einhverjir krakkar sem man ekki hvað að gera. Þeir eru að koma heim frá djamminu. Maður tengdi við þetta og maður var á þessum aldrei þá að koma heim frá djamminu og vil ég gista hjá mér. Þá var þetta stelpa sem býður þeim í sveitabæinn sinn og kannski hef ég ekki séð hana. Og því lengur sem líður að þið séu í sveitabænum eftir eitthvað djam helgi, sko, því meira áttaði sig á því að þetta sé svona inbreed fjölskylda. Þú veist, svolítið svona wrong turn, en samt svona betur gert eiginlega. Þetta er ekki svona, þetta er svona inbreed, en svona raunverulega inbreed, og ég hef hugsað að það bara fengi bara alvöru inbreed lið bara til þess að leika þetta eitthvað, ég veit það ekki. Þetta er alltaf ógeðslega vel gert og síðan er hún alveg svolítið tens og síðan talaður komaður, þú veist, við mataborðið og að tala einhver heimspeki og eitthvað og tala þessum djöfulinn og eitthvað. Og mér finnst þetta síðan hana, en ég þori ekki að fara með það. Og hún er, þetta er svona mynd sem ég sá á úlingsárunum eða svona táningsárunum með frænda minnum í Fraklandi og þú veist, ég var meira að spá í að setja hana. Ég var að spá í því, sko, en þú veist, hún er alveg honorable mention, sko, Shaitan. S-H-E-I-T-A-N. Höldum varum á listan. Frontiers er 7 hjá mér, 6 á Messerine. 6 á Messerine hjá þér? Já. Erst þú ekki núna Ég er númer 6. Hvað með það? Hvað með eitthvað léttara heldur en eitthvað ógeð? Já. La guerre des boutons. La guerre des boutons. La guerre des boutons. La guerra de boutons. Nei, það er ítalska, La guerre des boutons, það er stríð. Hún var endurgerð, held ég tvisvar eða eitthvað, þessi mynd. Þetta er mynd frá 1962. Þetta er svört-hvít mynd þorp og krakkar sem eru í þessum þorpi og annað þorp og krakkar sem eru í þessu þorpi og þeir eru alltaf að hittast einhvers staðar í bara sveitinni í náttúrunni í svona stríði. Þetta er svolítið svona, það er smá Lord of the Flies keimur, þú veist, þú ert bara að fylgjast með krakkaleikarar og krakkaleikarin eru brilljant. Hvað heitir hún ensku? Hún heitir The War of Buttons. The War of Buttons. Ok. Og þú veist, eins og til dæmis Macaulay Culkin allir að tala það, þú veist, þetta er svo brilljant ungu, hann er brilljant ungu leikari, hafa með photographic memory eða eitthvað og gætt bara þuli allar línunar upp og var rosalega sjarmerandi krakki sem barnastjarna. Þegar ég sé þessa myndir frá 1962, þú veist, þetta er mynd sem ég ólst upp, sko, þannig að þegar ég horfði á hann aftur daginn, þá bara, wow, hvað allir leikarinnir eru góðir, allir krakka leikarinnir eru bara geðveikt góðir í sínu hlutverki. Og eldist nú vel. Og eldist bara vel. Og hún er svart og hvít, og þetta er þannig að þeir eru alltaf í stríði, sko, þannig að þeir eru alltaf að fara eitthvað og síðan fáður hugmynd herðu, næstu rænum þá bara, þú veist, það fara að safna, sko, tölurnar hjá andstæðingnum, þess að þeir náðu ykkurum, þá klippaði tölurnar og eitthvað. Einn aðal strákurinn í myndinni, hann verður síðan tekinn og þeir gera það sama við hann, taka tölurnar á honum og þá, þú veist, hann fær svona hýðingu frá pappa sinni. Nei, þetta er samt svona drama en samt svona meira komedía heldur drama. Meira svona feel good komedía. Á IMDb stendur comedy og family. Comedy og family. Maður sé, ertu ekki alveg örugglega í 1962 útgáfuna? Já, þetta er hún. Og svona skemmtileg tónlist í henni, svona grípandi tónlist í henni, hún er ekkert löng þessi mynd, þetta er bara, þú veist, bara stutt og laggott. Og ég vildi bara hafa hana, ég ólst upp með þessa mynd og ég hef þess að bara, þú veist, La guerre des boutons. La guerre des boutons. The war. Þetta var nú gott hjá mér. Já,
Heitir þetta? Ég er að segja, þú ert fljótur komin. Ég með þetta í mér. Þú ert fljótur komin allar leið, sko, en þetta er... Skemmtileg fjölskyldumynd. Frá 62. 62, já. Gaman að heyra svona, þú kom alls konar myndir. Að ég vissi alveg, ég kem með eitthvað ógeð. The Þú War kem of með eitthvað Buttons. svona almennilegra. Nú, hvað er hún hjá þér? 6. Ok, við erum komin núna í top 5. Við erum komin inn í top 5. Ok. Takk þú bara 5 líka. Ég skal taka 5. Barracuda. Barracuda? Sko, ok, þetta er low budget mynd, bara done right. Og alltaf þegar það kemur einhver svona low budget mynd, done right, þá það skjótast þær upp í bara á toppinn hjá mér. Hvaða mynd er þetta? Hugmyndin er rosalega einföld, sem er svo geðveikt við low budget myndir, þar hugmyndin að vera svo góð. Og þetta er basically bara ungu maður sem flytur í íbúð. Já. Og það er annar í sömu blokkaríbúð, stigagangnum. Þar er gamall kall sem býður honum heim til sín, rotar hann, bindur hann við vaskinn heima á sér með svona handjárn og síðan endar hann með að loka honum í svona leyniherbergi heima á sér, bara í mörg ár. Og þú veist, þetta er geggjuð mynd. Þetta er bara báði leikarnir, bæði ég man ekki hvað árgerð nákvæmlega, eitthvað 90 eitthvað, getur það ekki passað? 90 og... Er þetta myndin? Þetta er myndin. Frá 97? 97, já, það passar. Ég man bara eftir þeim, Barracuda, maður. Ég var svona, þú veist, hvað mynd á ég hafa? Já, Barracuda, geggjuð mynd, maður. Það er... Gott pick, maður. Og þú veist, alltaf svona myndir sem svona Clerks, eða eitthvað, þú veist, myndir sem nota ekki mikið budget, eða svona... Er gott handrit? Relatively lítið budget, en með gott handrit og leikarnir ná að delivera. Þú veist, það sýnir í rauninni bara styrkleika á, já, bara, þú veist, framleiðsluna. Þú þarf að vera með góða framleiðslu þó sérstaklega þú ert með lítið budget. Algjörlega. Og, leikstjórn, leikara og handrit. Stundum er þessi the four horsemen, sko. Barracuda. Já, en svo getur vel verið að einhverju fíla ekkert þessa mynd, sko, eða leiðast að það er ekkert allir sem fíla Clerks, eða það er ekkert allir sem fíla El Mariachi eða eitthvað, en það er alltaf mín mynd. Ég veit ekki hvað ég get sagt mikið meira hana. Nei, þú seldi mér hana? Já, ok. Ég til að sjá hana. Barracuda, eitthvað gæi, eitthvað psycho, gammal kall, læsir, festir eitthvað gæi, eitthvað vask, þá er ég bara inn, sko. Ég er all in þá. Einfalt líka, sko. Einfalt. Þarf ekkert að vera, horrorinn þarf ekkert að vera neitt, sko, meira heldur en psychological. Nei, ég er alveg sökka fyrir, ég elska horror. Já. Og ef þetta er eitthvað svona pínu fucked up og ég er alltaf til það. Já, einmitt. Þú veist bara hvað þú líst henni, bara ágætt sjá. Ok, cool. Ok, númer 5 er mér. Það er líka svona fucked up mynd. Ekki eins og Barracuda samt, held ég. Ég veit ekki, hún er ekkert það, jú, ég minna, þú veist. Það er svona grunnhugmyndir hljómar þannig pínu svona, ok, áhugaverð. Jú. Ég veit alveg að Barracuda er ekki eins og Martyrs eða eitthvað, ég býst kannski ekki þannig mynd. Nei. Þessi mynd, ég er ekki að segja henni á frummálinu. Þú getur alltaf reynd. Nei, ég man ekki hvað hún er á frummálinu. Hún er með 2 titla þessi mynd. Já, ok. Hún hét 1 minnum í Evrópu og 1 í Bandaríkjunum. High Tension hétur í Bandaríkjunum. Switchblade Romance hétur hún í Evrópu. Kannstu eitthvað við það? Nei. Frá 2003. Nei, ég kannast til High Tension. High Tension. High Tension. Hvernig myndi bera það frá? Haute tension. Má sjá. Það er það? Haute tension. Það er haute tension. Ég var einmitt að sjá þessa mynd. Við höfum séð hana? Nei, ég var að sjá bara þegar ég var að googla myndir, franska myndir, þá skimaði ég aðeins yfir þessa. Og hún er Hún blóðu. Best friends Murray and Alexia decide to spend a quiet weekend at Alexia's parents' secluded farmhouse, but on the night of their arrival, the girls' idyllic getaway turns into an endless night of horror. Það einhver þá svona klikkaður gaur sem kemur og heimsækir þér, ok.
og hann er klikkaður. Ok. Hvað leikari leikur? Mér finnst það skipta oft miklu máli, sko. Klikkaður? Já. Philippe Nahon. Já, ég veit ekkert hver það er. En er hann góð? Ég var svona að reyna mín besta franska frambur. Er hann góður í myndinni? Hann er mjög góður, hann er ógeðslur í þessu góður. Ok. Þessi mynd er svona 70% góð. Og 30%? Hræðileg. Já, bara léleg. Málega, það kemur twist í þessa mynd. Já. Og þetta er svo glata twist. Já, það getur svolítið eðilegt. Já, og ég bara, þegar ástæðan ég sett hann á listan. Já. Að þessi mynd... Svolítið ofalega líka. Já, ástæðan því er að hún kynnti mig fyrir frönsku hryllismyndum. Ég sá þessa undan Frontiers, undan Martyrs. Hún er það gömul. Já, hún 2003, kom aðeins út undan þeim. Ok. Og ég er tvítur þegar hún kemur út. Já, tvítur því síðan. Já, ok. Og hún var alveg bara svona, wow, af því að hún er ofbeldsaturinn í henni, er ógeðsleg. Því hann ræðist á fjölskyldu, og hann er með barn. Já, ok. Þetta er alveg svona brútal. Já, brútal, og þess að ég kalla það eftir þessu mynd. Það er svona skítut blóðið í henni. Blóðið í myndinni. Þetta er ekki svona tómatsósublóð, þetta er svona gritti, öll myndin er rosalega gritti og mér finnst það er svo góð að það er tvær konur sem leika svona í raun aðaldingin, tvær konur sem kall. Ég vil ekki spoila twistinu, en þetta fórst í töðan mér, því mér finnst ekki mega neitt sens. Hvað fannst þér ekki mega sens? Við þetta twist. Og ég segi ekki sem búin að. Ok, spoiler alert. Það er þér sama og ég spoiler. Mér er sama fyrir mér. Ok. Spoiler alert fyrir hvað heitir hann á fransku? Haute tension. High tension eða split romance. Já. Twistið er að það var aldrei neitt kall. Þetta var vinkonan. Það sýnt eitthvað svona í lokin þegar hún var að gera þetta allt eitthvað. Og þetta er svo glatað. Og twist fyrir bara the sake of twist. Nákvæmlega. Það er ekki gott. Ef þetta er bara verið morðingi, psykomorðingi, allt þessar stelpur, hann sérst að rænir vinkonunni. Oft er einfalt bara betra. Já. Og ég hati þetta twist. Twist getur verið mjög vel gert, en þá erum við að tala um James Wan Saw. Já. Þá erum við að tala um, þú veist. Það er svona make, eða Sixth Sense eða eitthvað. Það er svona sem make eitthvað sense. Já, það er einhvern veginn, þetta var ekki eitthvað sem mér hefði dottið í hug, en samt er þetta svo borðliggjandi, þú veist, það eru góðu twistin, skilur. Það er svo... Mér finnst líka eins og með ástæðan ég þóla ekki þetta twist, það finnst það hræðilegt, en stóraðstöð ég þóla ekki, er þegar mér finnst þeir svindla. Og þeir svindla með því til dæmis, við fáum point of view frá gæjanum. Út í bíl, þar sem konan er ekkert. Af hverju það aðri? Já, í þessar myndi. Já. Og líka, þetta er síðan hvernig sick. Bara plot holes, bara... Já, þetta er svo aðstæð. Mér finnst það svona ákveð að gera twist þegar við erum búin að taka upp 70% myndinni. Já, einmitt. Erum við verðum að hafa twist? Ekkert samræmi í þessu twistið hjá þeim. Nei, en mér finnst það ekki. Nei. Ég hati þetta twist. Já, ok. Þannig að ef þið er sleppt í, þá á hún jafnvel komist ennþá ofar, því að það er ákveð atmosfýrisar mynd. Sem er bara gott. Sem er cool. Já, svona gritti. Já, fyrir horror, þegar hann brýst inn til þeirra, það er spennandi. Þú ert alveg fokk, hvað er að fara að gerast? Já. Bara fólk er skórað á háls og þetta er ógeðsleg mynd. Ok. En ég hafa nú svona ofalega, og ég er ekki sem sé betur enn Touchables. Langt í frá. Nei. En hún skiptir mig sem ekki máli. Já. Það skiptir máli fyrir þinn lista. Já, fyrir minn persónlista, hún kynnti mig fyrir þessum frönsku hryllismyndum. Já. Ég og félag mínir eru miklu svona horrorgæjar. Já. Og við urðum bara all in, fór bara all in í þessu frönsku myndir. Ég skil, hún hefur tilfinnilegt value fyrir þér. Fyrir mig. Bara tilfinnilegt gildi. Það er alveg, það skorur hátt. Það er alveg eins og með örgulega bara kútið hjá mér. Þú veist, hún hefur alveg... Það er eitthvað svona persónutenging. Já, sama með næstu í fjórðasæti. Sko, ok, hvað er í fjórðasæti þér? Það er Le Dîner de Con. En hún heitir The Dinner for Smuck, hún var endurgerð þannig með Karel, já. Þetta er upprunlega myndin og þetta er svo skemmtilegur farsi og frakkarnir geta verið skemmtilegir í farsanum, sko. Já, þetta var ágætis premise. Þetta er skemmtileg premise en þetta er líka vel leikið í farsanum, sko, þú veist, þetta er svolítið play, þú veist, en það er ekkert verra ef þetta er vel gert og vel leikið og svona og þetta er fullkomið kastað í þessu. Sástu bandarsku?
Ég sá bandarísku, sko. Mikill munur á þeim? Já, þetta er Því bara... hún var ekkert sérstök? Þetta er svart og hvítt, sko. Ok, franska miklu betri? Franska er trilljónsunum betri. Þú veist, þetta er svo skemmtilegt, sko, það er hrokin í, þú veist, þessum gaurum sem að gera þetta í hérna, hann er svo raunverulegur, þú sér svo mikið, sko, hversu mikill hroki er hjá þeim að bjóða ykkur fólki til þess að gera grína þeim og svona. Og þeir leikta svo vel, þess að svo hægt og rólega fara að svona bera alltaf meiri virðingu fyrir mannum sem þeir buðu til þess að gera grína af, þú veist, og tilfinninga einhvern veginn svona sveiflurnar í þessum farsa eru svo hérna augljósar og vel einhvern veginn útfærðar og hérna sannfærandi og allt þetta, þú veist, fyrir mér er dinner le dîner de con le dîner de con sem þú veist, í rauninni bara beinþýðing á íslensku væri bara kvöldmáltíðin fyrir hálfvitana. Já. Það var íslenski beinþýðing, alveg bein, bara hérna hálfvita máltíðin. Þetta er í rauninni, fyrir það sem ekki sé þessa mynd og ekki amerísku, þetta er einhver svona hvað yfirstjætt, ríkt fólk. Þetta er editor, hérna, hann er í einhverju fjölmiðlafyrirtæki, þetta er bara hátsettur einmitt, er að spila golf og á nóga peningum á íbúð, þú veist, fyrir framan Eiffelturnin og þetta er svona rosalega ríkt lið, sko. Og þeir eru bara að leika sér að bjóða einhverjum hálfvitum, þú veist, í þeirra augum. Þeir telja sig hálfvitar. Já, þeir komu sér saman og ég kom með einn geðveikt góðan maður. Ég vil ekki spoila hvað hann gerir í lífinu, en þú veist, svona, þá eru þeir með einhver hobby, þú veist, sem eru bara eins og, hérna, ég veit ekki, þú veist, einhver gaur sem safnar búmerangum og eitthvað og býr til búmeranga og er bara í því bara með búmeranga. Þeir eru að hlæja þessu. Og þeir eru, já, en málið er, þeir með ekki láta vita þessu að hlæja. Þeir bjóða með það premiss og segja, já, hei, vá, geðveikt, búmerangur, já, herru, ertu ekki til í að koma og hérna, bjóða þær í mat og þú getur sagt okkur aðeins frá þessu og þetta er geðveikt nasti, sko. Og þetta er satt svo vel gert, þetta er svo vel, þú veist, maður er einhvern veginn leikarinn eru geggjaðir. Þetta er líka góð hugmynd fyrir grínmynd. Já, góð hugmynd fyrir grínmynd, konan hans er hann leið á þessu hjá honum, skilurðu, þú veist, konan er bara svona, þú veist, þú ert mest í hálfvitin að gera þetta og eitthvað og hann er svona, já, ok, illt í bakinu eitthvað og þú veist, þetta er svona, fyrir mér er þetta bara ein besta, svona ein besta grínmynd, bara franska grínmynd. Ég verð að sjá fransku. Hún er alveg mjög skemmtileg, hún er ekkert svo löng heldur, þú veist, þannig að þetta er svona... Að því mér fannst góð hugmynd í Dinner for Schmucks, en mér fannst það bara ekki nógu vel framkvæmt. Já, og það er þessi vandamál með kannski ef að, þú veist, einhverjir að fara að horfa á einhverja franska mynd sem er svona, sem er hröð, sem er hérna mikið af svona cues, svona... Er það upp á brandana sjálfa? Já, bara líka, þú dettur inn í myndina allavega ef þú þarft ekki að lesa textan, sko. Ég veit ekki hvernig það er ef þú ert alltaf að lesa textan og það er alltaf... Ég veit ekki alveg hvernig það er. Ég er alveg þannig allavega í spænskum myndum eða portugalskum myndum eða, þú veist, nema hún sé eitthvað ekstra góð eins og kannski City of God, þú veist, meiri sem það er myndir á ég erfitt með að, þú veist, ég þarf að þú ert að lesa textan líka? Ég er að lesa textan, það er meiri orka sem fer í að horfa á myndina. Já, þegar það fer minni orka því að horfa á myndina, þá getur einhvern veginn svona fjarlægt því aðeins betur og dotti meira inn í myndina og fjarlægt í svona vinnuna við það að horfa á myndina og einhvern veginn. Svo fyndum sem Íslendingur, þá er maður svo vanur að lesa textan. Það er enda besti kostur, þú veist, það er svo góður kostur við Ísland að við döbbuðum ekki helvítismyndirnar. Já. Það er alveg ömulegt í Fraklandi og Evrópu bara að það sé vera að döbba allar þessar myndir. En eins og í Fraklandi, finnst þér, er það góður í ensku? Þetta er búið að lagast, sko. Þetta er búið að lagast. Þetta er skárið í dag fyrir 20 árum. Þetta er miklu skárið í dag heldur en þetta var fyrir 20 árum. Ég þekki, flestir sem ég þekki, úti vilja bara horfa á original version. Er það þá aðalega yngra fólki sem er að koma upp? Vill það frekar kynna sér ensku eða það er kannski samfélagsmiðlum? Já, það er á mínum aldri kannski og yngra, þú veist, ég veit það ekki. Það er samt ekki endilega aldurstengt, sko, því að, frændi minn sem er 57, hann
hún dettur ekki í hug að horfa á þetta dubbað, sko. Hann vill horfa bara á original. Ég held að þetta skiptist kannski svolítið í kvikmyndaáhugamenn og þeir sem eru kannski ekki endilega mikli kvikmyndaáhugamenn. Já, kvikmyndaáhugamenn vil alltaf horfa á þetta með uppruna. Nákvæmlega. Það er meira þannig hef ég fengið að sko upplifun og meðan þeir sem eru að fara á dubbaða myndir ekkert að spá í kvikmyndum kannski jafn mikið og, þú veist... Nei, mér finnst það alveg sama. Já, það er bara alveg sama. Þetta er ekkert, þú veist, kvikmyndir eru bara... Mér finnst það glæpur. Ég hef alltaf sagt að þetta verður glæpur. Alltaf frá því ég var bara yngri, skilur. Þú veist, ef ég er að horfa á Brad Pitt, þá vil ég heyra Brad Pitt, þú veist. Þetta verður sama með, þú veist, bara allt, skilur. Svo fyndið samt að það var svo mikil kúltúr í kringum dubbaða myndir í Fraklandi að það eru svona legendary dubbers. Ég meina einhver gæði sem tala alltaf Brad Pitt. Já, sem eru, og eru kannski bara mjög góðir í því, skilur. Þú veist, þannig að þetta er svona mindfuck, sko. Þú veist, þetta er alveg, auðvitað náttúrulega eiga þeir, þú veist, ég hef heyrt þá mest bara í teiknimyndum. Þú veist, og þeir hafa, þú veist, einhvern veginn, móta sér nafn í, þú veist, kultúrnum, hvað segirðu, finnst þér? Já, fyrir ekki, mér finnst það öðruvísi í teiknimyndum. Það er allt öðruvísi teiknimyndum. Versus live action. Það er allt öðruvísi. Það er tvennt ólíkt, sko. Þú mátt dubba þetta alltaf, þú mátt dubba Lion King á kínversku eða japansku þess vegna. Ef þú ert frá Japan, þá skilji það alveg. Já. Þú veist, það er... Mér finnst það ekki eins og dubba einhverja Nei. Mennska leikara. 100%, 110%. Og mér finnst það leitt í Fraklandi og mér finnst það geðveikt á Íslandi að það hafi aldrei verið gert. Er það ennþá, þekkir eitthvað, eins og í dag, er ennþá jafn mikið af dubbuðum myndum? Nei, ekki jafn mikið. Það hefur minkað, sko. En þú færð samt alltaf VAF F og VAF O. Version original, version française. Þannig að ef ég fer til Parísar, til dæmis, og fer í bíó, fæ ég alltaf aðra útgáfu? Þú fær alltaf í París, til dæmis, þá færðu alltaf val. Þú getur alltaf valið original version. Það er það stórt svæði, það er það mikið bíóm, þetta er það stór bíó að basically þá er nóg mikið val. En eru það sérhæfis í bara döbbum? Ertu að tala bara ef ég fyrir eitthvað bíó, þá mér líklegt að það bíó er að sína myndin í 2 útgáfum? Já, það er að sína myndin í 2 útgáfum og yfirleitt fær VAF og stærri salana, þú veist, original version fær stærri salana í dag. Já, með frönskum texta. Já, ok. Man ekki hvort það sé einu sinni með, ég spá ekkert of oft í textanum. Nei. Hann hefur stundum bara verið eða ekki verið og ég get síðan bara, var textað myndin eða ekki? Ég gæti ekki sagt þér það. Nei, ég skil. Þú veist, ofta er það þannig þegar ég er bara svona... En mér finnst bara áhugavert að því að sumar þjóðir eru svo hardcore í þessu. Þetta er eins og þjóðverinn heldur. Já. Harður í þessu. Að dubba. Já, það er líka hræður. Líka Spánverjar er svolítið mikið að gera þetta líka. Þetta er bara glæpur, maður. Mér finnst það, en ég er svona vonað mér gaman að heyra mér, þú veist að segja að þetta er að minnka, held ég. Já, ég held að segja minnka. Fólk er bara að vera gáara eða eitthvað. En ég var búin að heyra það, en ég fór til Parísar. Ég var búin að heyra það, en bara, já, tala enginn ensku að það. Svo ég fór til Parísar og kom á það. Fólk tala alveg ensku um mig. Ég var ekkert að fara í einhverja sveitabæi. Nei. En verslunum og veitingastöðum. Ég varst fólk ekkert vera með einhverja stæla í tala ekki ensku. Það er, ég held að sé allur gangur á þessu sem, þú veist, ég held að sé bara, já, þú getur að lent í erfiðum aðstæðum, þannig í París. Meinar þá að fólk kannski fara í einhverja verslun að veitingastað og þau bara leita afgleðið og tala ensku? Nei, ekki í businessum, ekki þegar, þú veist, ef þú ert heils viti í einhverjum viðskiptum við kúnanæðina og túristanæðina og segjum að túristin sé bara 90% af, þú veist, kúnanæðinum í París, þú veist ekki að fara, ég held að það væri nú bara frekar slæmt, Nei, það var þess að ég var búin að heyra. Já, maður hefur heyrt þetta, sko. Þetta var bara kjaftaði, fannst mér. Ég hef heyrt, það er eins og, ég heyri alltaf bara svona, þú veist, stundum heyri ég einhver að segja bara, já, Frakkar eru rosalega hrókafullir og eitthvað, ég bara þolið á ekki. Síðan hef ég líka heyrt, þú veist, þetta sem þú ert að segja. Þannig að ég hef svona heyrt þetta bara til skiptis. Þetta er kannski bara eftir hvert maður fer á hvað svæðið maður er. Já, og einmitt, og svo bara einhvern veginn, hvernig þessi maður er stemdur á þessum tíma dags og eitthvað, whatever, sko. Mér er svo kurteist fólk. Já, það kurteist fólk út allt, sko. Eins og ég segi, ég veit ekki, það er fullt af hálfvitum til líka, sem ræna símum og eitthvað. Já, reyndar. En þú veist,
Ég að fara í það. Þú ræði því, ef þú vilt fara í að gerist ykkur sem fyrir. Þú veist, ég fór til Parísar einu sinni. Með svarta sögu af París. Ég er með svarta sögu af París. Og mér var rænt mjög dýrmætan síma, bara í vasan. Það var að fara í vasan minn og teki bara síman af mér. Varst þú ekki, lappa bara ekki um eitthvað krát? Nei, sko, máli í fyrsta lagi, þá þetta professional hópar bara sem gera þetta. Þú veist, í öðru lagi mjög vanu París og það, þú veist, ég alltaf að passa mig. Ég alltaf með hendunar í vasanum, þú veist, til þess að halda í síman, eða ég held á símanum bara, basically, og ég alltaf með, ef ég með veski, þá ég alltaf með það undir, alveg neðst niðri, eitthvað, það bara þannig að það sé ekki hægt að ná í það, og ég alltaf á varðbergi einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á að útskýra ég svissast bara í öðruvísi mót þegar ég núti og þessum tímapunkti var ég ekki á varðbergi, ég var svolítið svona þú veist, búin að vera í París allan daginn og fór aðeins heim í sturtu og ætlaði síðan bara að hvíla mig og síðan var bara, ég ekki alltaf í París, ég fer aftur út bara, ég ætla að fara á hvern veitingastaðan niður í miðbæ, tek metróin og þú veist ég var að njóta þess að meðan ég í París og það byrjaði að dimma og þetta svolítið hættulegt hverfið það sem ég var í. Ég var sérst í nyrsta hverfið, 18. hverfi fyrir ofan kirkjuna, sérst, ofar heldur en kirkjan, hvítakirkjan, sérst, Bastille, Sacré-Cœur, eða hvað sem við vilt kalla þetta, Montmartre kirkjan, sem rosalega falleg, sko. Ekki alltaf þess að ég veit muni hvar. Nei, þetta norðarlega og þú veist, ég var alveg nyrst og þar þetta svona við í rauninni bara gettóin. Þannig að meira svo þótt að sé í París þá þetta samt orðið að gettói. Þetta eitthvað svona skuggalegt hverfi? Þetta mjög skuggalegt hverfi. Og síðan var ég að labba út og það var byrjað að dimma og það eitthvað fyrir aftan mig svona hávaxinn svona, ég hugsa hans ég svona af einhverjum miðausturlöndum, þú veist. Og með svona skegg og svolítið skítur og svona örugglega fíkill, sko, örugglega einhver sem hefur verið að reykja krakka eitthvað, þú veist, að bara dítelt, ég man alveg eftir þetta var bara, gaurinn spyr um 1 evru, fyrir aftan mig og við hliðina á mér og spyr um 1 evru. Þetta bara einn gaur? Bara einn gaur. Og ég segi bara því miður ég á ekki 1 evru og labba svolítið að hratt áfram og reyna að hafa hann ekkert of nálægt mér og síðan fer ég niður í metróin og það svona sjálfsali, þú veist, og ég var ekkert að spá í þessu meira. Hvað miða eða eitthvað? Að fólk sem spyrði um 1 evru svona 10 sinnum á dagan úti. Já, algjörlega. Og meira en það. Í svona stórborgum. Já. Ég að kaupa hann, tek þá töskuna mína, þú veist, og samt alltaf að passa síman og hef síman svolítið svona fyrir framann, þú veist, allt, tek töskuna mína, setja hana fyrir fram mig og tek veski út, þú veist, sem alveg neðst niður, tek kortið út, setja inn í sjálfsalan og að velja metró, þú veist, meðan sem ég vil kaupa bara 5 metró með það eitthvað, þú veist, gerir pinnum þá ykkur fyrir aftan mig og ég lít svona fyrir aftan mig, þá þetta sami gaurinn og hann spyr, hei, fyrir ekki 1 evru og ég svona lít tilbaka og þá nei, þú aftur, kemur hann, þú veist, hann að spila þetta, allt hann, þú veist, ég vissi þetta ekki þá, sko, en in hindsight, þegar ég lít tilbaka, þá var þetta allt leikrit hjá hann, skilur, þú veist, að þykjast sjá mig aftur í metrónu og allt þetta er bara allt leikrit. Ég eins og ég segi, bara svolítið þreyttur eftir daginn og búin að vera að labba í París allan daginn og allavega að fara að kaupa metró með það og með kortið í og svolítið vesen, sko, ég að fara að gera pinnúmerið, þannig að ég segi hann eitthvað aðeins stíð til þegar, ég að gera pinnúmerið og eitthvað og geri pinnúmerið og þá stígur hann svona tilbaka og ég geri pinnúmerið og þá hann alltaf komin síðan aftur þarna, kemur síðan svona, þú veist, klappa mig á öxlina og setur annan fótinn líka, vinstri höndina yfir annan fótinn líka eitthvað svona yfir mig. Hálfpartinn faðmaði bara? Já, svona bara með helmingin á líkamanum sínum og það mindfokkaði mig geðveikt mikið, ég var bara svona, hvað hann að gera? Og svona, þú veist, ég að djóki sann og ég verð geðveikt að passa mig líka á veskinu og öllu því sem ég var með, sko. Og og síðan þegar hann búin að þessu og segja hann, ertu viss á mig, ég ekki 1 evru, please, og með hendina svona uppi og eitthvað og ég eitthvað, nei, ég lofa þér, þú veist, ég hef alltaf með kort sem virkar, sko, ég þurfti að loka í hálfpartinn, setja hana inn og tek með hana og fer í síman, fer í vasan, ætla að taka síman, hann horfinn,
síminn, þetta rándýr sími, þetta bara alveg nýr og ég átti hann í 5 daga, sko. En eins og með það, en eins og með það, nú maður oft í svona, kannski ekki alltaf þröngum gallaböksum, en þegar ég set síma minn ég var í þröngum gallaböksum, eða svona þrengri. Samt Já, svo ég þarna, þú veist, ég fer síðan þetta gerist alltaf á kannski 5 sekúndum, þú veist, ég set síðan, þú veist, þá fatta ég bara strax á bara sekúndu broti að hann tók síman af mér og þú veist, bara adrenalinnið kikkar svo hátt upp, þú veist, og ég veit að þetta er bara, ég var nýbúin að kaupa þetta, ég var ekki búin að tryggja þetta var bara algjör martröð, sko. Hleyp út og það eru 2 útgangar af ég sé hann labba eitthvað starf út, fer í vestunni, horfi upp, þá sé ég ekki hvor megin hann fór, hleyp út bara, vel bara einhverja útgangulegur, 2 og 2 útgangulegir, þegar ég kem út, þá er enginn nema bara, þú veist, annar hópur hana, og ég segi, það tók ykkur símum minn og eitthvað, á sama tíma ég að horfa yfir í hinn innganginn, þú veist, og hann er bara horfinn, hann er horfinn í þetta völundarhús sem París er, sérstaklega hann 18. hverja sem bara fullt af götum. Ég í paniki, bara spurja bara alla, hei, erum við með síma, ég þarf að hringja á lögregluna, það tók sá engan labba frá, þú veist að bara allir bara eitthvað, bara spurningamerki eða eitthvað og síðan sé ég bara það var enginn á leiðina að fara að láta mig fá síma sinni eitthvað, ég þarf að hringja á lögguna á eitthvað, síðan byrja bara að hlaupa bara eitthvað random götur, bara til þess að vona til að sjá hann, síðan bara, þú veist, eftir 4 mínútur eða eitthvað þeir eru búin að hlaupa og spretta, sko, þú veist, ég spretti bara svona fram og tilbaka bara. Hann bara horfinn. Það er enginn, það er fullt af fólki, sko. Þú veist, þetta er svona nóttinni byrja að setjast og adrenalínið alveg á milljón, sko, þú veist, og ég hleyp út allt og ég hleyp kannski stundum jafnvel í hættulega hópa bara, þú veist, svona bara, það tók ykkur síma minn, kom ykkur á eitthvað, þá kom ekki maður, bara einhverjir krakksalar bara og ég bara, adrenalínið svo mikið að mér er alveg sama, skilur. Þetta er óþægilegt, maður. Þetta var ógeðslega óþægilegt, síðan sagði eitthvað gaur, það er lögreglustöðan uppi eitthvað, ég var búin að biðja síman og eitthvað, og það er lögreglustöðan að seinna. Það var líka óþægilegt, því ég kom að lögreglustöðinni og voru 3 verðir með famasbyssur, bara lögreglumenn, eða herlöggan eða lögreglumenn, ég man ekki hvort það var, alveg brynjaðir, sko, eða svona með skotelt vesti, og ég kem allur í adrenalínu bara, hei fyrirgjöðu, og þeir svona kippast til, þú veist, 3 lögreglumenn bara, og ég bara, nei, set hendurnar upp, ég bara, rændi einhver símanum, þú veist, ég bara fara að láta við það eitthvað, og þeir svona, þú veist, brugðu alveg, sko, með alveg 3, þú veist, ég bara, fuck, ok, kem síðan að þeim og síðan brotnaði ég bara niður, ég bara brotna niður, bara, þú veist, það var svo mikið álag, og síðan bara, varst ekki búin að tryggja hann og þá brotnaði ég bara niður, þú veist, ég var bara svona, nei, eitthvað, þú veist, og löggan sagði bara, herru, viltu ekki bara setjast hana niður og aðeins róa þig og þá fekk ég að setjast hana inn hjá þeim og ég var bara, fuck, símalaus og, þú veist, bara kortin alltaf farið líka og þetta var rosaleg saga, sko. Shit. En síðan, þú veist, eiginlega þetta náttúrulega algjörlega restina sem betur fyrir var þetta bara lokin, þú veist, á þeim tíma, sko. En þetta eiginlega alveg, þú veist, ég fór daginn eftir, þú veist, að koma EME númer á símanum sem var á boxinu. Já. Ég vissi ekkert hvort ég væri með box en þá, ég var þurft að fara í einhverju orangebúð þarna sem ég keypti síman og svo var þeir ekki með útibúð, þú veist, þetta er ekki sama kerfi eitthvað, þeir eru bara franchise hjá Orange og þetta var bara eitthvað, þú veist, þannig að ég fór þangað síðan þegar ég var loksins komið með númerið, þá fór ég á lögreglustöðina og gaf út skýrslu, var þar allan morgun bara eins og, ég fæli maður. Horfði bara niður á, þú veist, var bara að horfa niður á flísarnar og konurnar sem voru í afgreiðslunni og fólki sem var að labba lögreglu svona, þetta var svolítið eins og í bíómynd, sko. Þetta er þannig saga, lögreglan sem voru í þú veist, það löbbu alls konar fólk út og þú veist, þetta er París, þannig að þú sér einhverja lögreglu, það var reyndar það sem mér fannst svolítið svona áhugavert, það reykja allir ennþá í Frakklandi. Þannig að þú sér eitthvað svona detective senda á með síkartnuna fyrir utan einhver tala og það var svolítið svona, það gladdist smá svona, já, ok, þú veist. Það slegið smá. En síðan þurfti ég að gera eitthvað annað, reyna að finna ráðstæðanir til þess að hafa verið í sambandi til að komast aftur heim og svona og
það gekk sem betur fyrir allt eftir og, þú veist, síðan á endanum þetta bara dauður hlutur, þú veist, þetta á endanum bara eitthvað, þetta saga sem ég segi, mín barnabörn frá, þú veist, þegar, 30 ár. Vil ég, þú veist, vil ég ekki vera rændur í París, þú veist, ég held að það myndi aldrei gerast um mig, sko. Ég var alveg þannig bara, þú veist, ég var alltaf svo öruggur, það var búið að segja þetta 1.000.000 sinnum, það er mér þess að sagt, en attention, í lestarstöðum bara, watch out for pickpockets. Og þá fór ég að googla þetta líka, fór aðeins að skoða þetta. Það eru 13 milljón manns sem nota neðanjarðar metrókerfið í París á hverjum degi. Það eru 100 svona símar sem fara cirka á vikulega sem eru teknir. Þetta er stórt vandamál. Þeir eru með sér deild með, þú veist, full armed lögreglumönnum sem er bara metrolöggan bara. Sem er að reyna að berjast gegn þessu. Eina sem ég var að vonast eftir var út að það var myndavél beint fyrir framan sjálfsalan, þú veist, þannig að ég var að vonast eftir og þannig að ég fór aftur á lögreglustöðina eftir dagurinn var búinn og ég var á leiðinni heim daginn eftir, spurði hvenær verður það, þú veist, ég komin að gaf skýrslu og eitthvað og þá spurði hann bara, já, hvenær færðu nýjar upplýsingar, þetta var allt ungir strákar hana, lögreglustöðinu, ég sagði, já, ég gaf hana EME-númer og það var alveg, þú veist, ég var alveg frá myndavél og svona, það sann bara, var þetta sími? Og já, ég ætla bara að vera hreinskilin við þig, hann er örugglega bara horfinn, þessi sími. Það eru 10 sem fara, eða þú veist, það eru yfir 10 sem fara á dag. Og þeir finna það allir. Og það er ekkert hægt að finna það. Þú veist, eina sem var gert var náttúrulega bara lokað símanum, lokað Apple, þú veist, símanum, þannig að þetta er ólöglegu sími og þú veist, skemmti sér, þú veist, hann er kannski notað þetta fyrir eitthvað parta eða eitthvað, þú veist, en svaka saga, maður. En það er gott að ég segi þetta bara hérna, þá, þú veist, þarf ég ekki að segja hann aftur, ég er búin að segja hann svo oft. Ok. Þá segir ég bara mínúta, bíóblaður, þú veist, það getur við segja það getur að hlusta á söguna. Ok, förum úr þessari, þetta er góð saga en hrikalega samt. Já, þetta er góð saga. Ég finn til með það samt. Þetta er góð saga. Ok, hvert eru konir? Förum við bíómyndina aftur? Erum við komið í topp 3 eða? Þú ert að segja 4. Já. Þú ert að segja. Inside. Ok, ég sett hana ekki á, hvað mynda það? Og franska heitir L'Intérieur, eitthvað. L'Intérieur. Getur það verið? L'Intérieur. Getur það verið þessi uppróðlega heiti? Ég ætla að sína coverið. Já. Þetta er ógeðsleg mynd líka. Þú ert allur í þessum ógeðslegum myndum. Ég sagði það. L'Intérieur. À l'Intérieur. Þýðir það inside? Það þýðir inni. Innan dyra eða eitthvað? Já, innan dyra. Þessi mynd, þekkir hana? Nei. Þetta er, ég bara segja fólki strax, þetta er ógeðsleg mynd. En þú ert alveg í bara, þú fílar það. Ég elskir þetta dót. En betur, hvað meinar ógeðsleg? Ég ætla að segja premissið. Visually? Já, bara allt. Ok. Ég ætla að segja bara premissið. Okay. Það fjallar unga konu sem er ófrísk. Já. Hún er ein heima eitt kvöldi. Og svo bankar upp á kona. Eldri kona. Já. Hún er svo fucking góð þessar mynd. Og hún er rauninni bara, segir við unga konuna, ég er að fara að taka barnið, sko. Og hún er ófrísk. Eldri kona sem segir það? Já, við þessum unga konu. Okay. Unga konu ófrísk, inn í húsinu sínu, bankar upp á. Ok. Hún segir bara, ég er að fara að ná í barnið, sko. Mér langar í kondum, ég er að fara að taka barnið þitt. Og hún gerist það mestalegt bara í þessu húsi. Nú, þetta er spennandi. Ég er seldur strax. Þetta er alveg, það dóti í þessar mynd sem er fucked up. Ég ætla að tjekka á þessar mynd. Hún er vel blóðug. Ok. Og þetta er svona svo í high tension, skítur blóð, dögt blóð. En þú veist, hún er ólétt, en er hún bara ein Já, rauninni. Við minnið að hún sé bara ein í húsinu. En það koma síðan, hún ætlar að hringja á lögguna og kemur lögga og eitthvað. Já, ok, þannig að það koma aðri karakterar inn í þetta. Já. Þannig að þú fara alveg fórnulömb. Ok. En hún er ógeðsleg sem mynd. Ok, ég tekka á henni, þetta hljómar ógeðslega vel. Já, en hún er líka, og mér fannst hún vel gerð, vel leikinn. Þú ert svolítið dark. Þú ert svolítið dark með dark svona spirit, en það er gott, sko. Það er ekki... Það er ekki að því. Ég er ekki að meina, þetta á ekki að vera neitt annað heldur en bara hrós, sko, þú veist.
Þetta var alltaf heilla mig, þó ég sé mjög, ég er mjög heilstættur maður. Já, auðvitað. Það er bara eðlilegt, held ég. Það er eitthvað við svona, en ég get samt sagt þér það, eftir ég eignast barn sjálfur. Já. Þá var það alltaf miklu. Ég ætti erfiðar með þessa mynd í dag. Já, ok. Ég sá hana nokkur sinnum þegar hún kom út, hún er 2007. Já. Ég var að sýnast mörgum þessa mynd. Já. Ég horfði hana fyrst einn, ég bara, hvað þessi mynd ekki ekki. Já. Sýndi vinum mínum og eitthvað svona og ég er búinn að sýna kærastunni líka þessa mynd. Og hún áttalega erfitt með það, sko. Já. Þú getur ímyndar, ég er búinn að segja premissi. Þetta er alveg, ég get ímyndað mér og ég vil helst sjá þessar myndir. Meiri þátt ég heyri premissið, ég fór og sá hana House that Jack Built daginn. Ég fílaði hann í bóða. Ég bara, ég varð fyrir bara, þú veist, mjög svona... Þú varst hrifin? Já, mjög hrifin að henni. Ég var svona pleasantly surprised. Þú postaðir í kveikmyndaháman. Já, ég var pleasantly surprised þegar ég sá þessa mynd, sko. En það er mjög svartur húmorinn á köflum. Það er mjög svartur húmor. Mér fannst þetta samt ógeðslega flott og vel gerð og bara einn betri Lars von Trier mynd bara sem ég hef séð yfir höfuð og... Ég er nefnilega ekki séð marga eftir hann. Ég held ég sé bara hans. Ég sé allar, sko. Eða svona allar svona sem hérna, ég sá Antichrist á sínum tíma. Mér fannst hún geðið góð líka og það hún var svo þunglind á sama tíma dark og scary svolítið svona myndi svolítið einmitt á hérna feelingin sem Payment og Hereditary en samt ekki, það var miklu meira artistic mynd Hereditary er meira svona þú veist, hún er bara meistarverk að mínum að því en það er ekkert allir sammála því, ég skil það alveg en The House that Jack Built, hún var alveg mjög svona brútal á köflum. Hún var góð? Mjög brútal, já, hún var góð. Ég mæli með insight að það er til stuðið fyrir góki. Já, ég mun sjá hana, sko. En hún líka alveg spennandi á köflum. Já, ég mun gefa tíma í hana. Ok, þurfum að klára þetta, við erum konið top 3. Top 3. Hvað er nummer 3 fyrir? La N. Já. Ég held maður segja La Haine. Nei, þú segir eiginlega ekki hávið, sko. La Haine. Er þetta ekki með Cassell? Þetta er með Cassell og þetta er með fyrrum myndum hans Cassell. Þessar heldur góð. Og þetta er nummer 3 hjá mér. Ég varð að setja hana óvalega því ég hef séð hana oftar en einu sinni og mér finnst hún bara alltaf jafn góð og þetta er líka svolítið svona low budget, svona... Já, þetta er svolítið svona indie-feelingur. Já, indie-feelingur, sko. En mér finnst hún bara svo vel heppnuð, mér finnst allt geggja við hana, mér finnst karakterarnir, mér finnst atriðin, kvöldatriðin, þú veist, þeir eru farið til Kóksalans í ríkra, þú veist, í flottu íbúðinars. Ég sá hana bara, það er ekki frá 97. Og hann er eitthvað að, hann tekur svona byssu, sko, sexleipu, og er að mana á til þess að fara í íslenskar hvað, ertu aumingi? Viltu ekki fara í íslenskar rúslenskar rúllettu og eitthvað, ertu ekki aumingi og eitthvað, síðan, þú veist, þetta er bara hún er svo geggjuð, síðan, þú veist, fara inn í einhver klósett og þá er einhver gamall kall að hlera og síðan lappar hann út úr klósettinu og segir einhverja setningu og þetta er geggjuð setning og allir bara, geðveikt, og þetta er svona unglingar sem eru svona, samt svona, þú veist Þetta er krimmi, eða svo myndir ekki segja það? Nei, þetta er meira svona gaurar, þetta er bara svona meira svona ghetto-strákar sem eru svolítið svona antisocial. Því ég sá hana fyrir svo löngu síðan, ég man eiginlega þetta. Ég var fannst þú góð samt. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Hvað er það að segja? Jusqu'ici tout va bien. Hinga til er allt gott. Síðan segja hann, sko, það er ekki falli sem drepur þig. Það er bara þegar þú hittir jörðina. Eða þegar eitthvað, þú veist, þetta er svona alls konar svona metaphor og þetta er listilega vel gerð mynd bara. Listilega þá er hún bara geggjuð. Allir leikarnir eru skemmtilegir í henni, þú veist, og þjóna sínu hlutverk og eru bara í sínu hlutverk og sannfærandi í sínu hlutverkum. Er þetta ekki bara eina svona fyrstu Cassell-myndum? Eða allavega þegar hann er frekar ungur, ekki? Jú, þetta er svona ádeila líka. Það er smá ádeila í þessu, þú veist, og kannski, já, þetta er svona, það er ýmislegt gott við þessa mynd. Þú veist, hún er vel gerð, hún er sannfærandi, hún finnur til með, ef þú bara tengir við, ég tengi allavega við karakterana,
En hún vakti mikla athygli sín tíma, ég mændi því. Já, það ekki. Jú. Ok. Það númer 3 hjá mér, þetta bara klassísk, þú veist, frönsk mynd, en hérna... En hún kemst hann í þriðast þér. Já. Ég var að pæla að setja á listan, svo bara svona, ég hugsaði með mér, Jóhann er potið með hana. Já, hann ég var eiginlega viss að vera með það. Ég hugsaði Martyr og Frontier, eða annarkvort að þú yrði með annarkvort þeirra. Ég hugsaði það líka. Já, það kemur ljós hvað er númer top 3. Okay. Ég með í þriðasti, æðislega mynd, ég þarf að reyfja samt upp. Okay. Síðan ég sá hana, mér fannst hún geðveik. Mér finnst hvað sælir henni. Brotherhood of the Wolf. Já, Sástu hana? Já, ég sá hana. Hún er geggjuð. Ég hef búin að gleyma henni. Hún er góð. Ég átti að rifja hann upp. Ég var alveg búin að gleyma henni. Ég þarf að rifja hann eftir það er svo langt ég sá hana. Það var geðveik mynd, maður. En mér fannst hún ógeðslega töff. Gerist eitthvað 18. öld eða eitthvað og... Geggjuð, hún var alveg töff. Það var hana bardatriðinni og það var svona, þetta var gritti og það var, þetta var alveg cool mynd, sko. Og þetta eru 2 gauðra sendir, 1 gauður sendur. Já. Á þessum tíma, til þess að rannsaka, þetta eru, minnum við nokkur morðmál. Já. Það er eins og morðmál, þetta er eins og sé eftir eitthvað skeppnu. Já, einmitt. Og hann er með aðalgæinn, fokkingsvalur, og hann með Marta Gaskos sem er unni frægur svona martial arts leikari. Já, hann er ekki franskur. Nei. Og hann leikur algjörna bad motherfucker í myndinni. Sem er svona hægri hönd þess að gæja sem var rannsaka málið. Hann tala lítið. Þetta er svo cool með gæsóð. Wow. Þetta er geðveik. Ég verð að tjekka á henni aftur, maður. Hún er góð. Ég man eftir hún var geðveik og ég var bara alveg búin að gleyma henni. Hún var alveg búin að dotta henni út. Og bara coverið, maður. Manstu hvernig coverið var? Já, 2 svona gauðra með svona, eða ekki, með svona hatt og svona coverað yfir munnin, eða ekki? Svona 1700. Þetta er svo cool. Já. Þetta minnir mig á Bloodborne töluleikinn. Já! Hefur þú spilað Bloodborne? Já, ég klárar Bloodborne. Hefur klárað? Það er bara fucking meistarverk. Þetta er geðveikur leikur. Þetta er meistarverk, sama með Dark Souls trilogían og Demon Souls á sínum tíma. Ég get það ekki. Þetta er allt og erfitt fyrir mig. Nei. Ég er eins og Bloodborne. Ég veit ekki hversu oft ég dó. Já, það er samt gott að fá eitthvað félag með þessu til þess að hvetja sig áfram í þessu og svona. Ég hef ekki áhuga á pinta. Nei, en það er samt svo gaman þegar þú nærið síðan að vinna þær áskoranir sem þegar ég vann fyrsta bossin í Bloodborne, smá tölleik útúr. Já, allt ekki, það er bara cool, þetta er alltaf að fara saman. En ég fengi skilbúr frá fólki, sömur segja eitthvað, það er gaman þú fer aðeins út fyrir að tala tölleiki, svo aðra segja, það er minnst leðilt að tala tölleiki. Mér finnst það gaman, bara smá stutt. Ég keipti hann sín tíma, ég hafði ekkert spilað Dark Souls og Demon Souls líka. Demon Souls var hérna fyrsti. Svo Dark Souls. Svo kom Dark Souls 2 og svona á meðan Bloodborne kom út. Já. Þannig að Dark Souls 2 er gaurinn sem vann í Dark Souls, framleiðandinn eða svona aðalframleiðandinn eða svona artistika, hann gat ekki unni í Dark Souls 2 því hann vann í Bloodborne. Þess vegna eru margir sem fíl ekki Dark Souls 2, sko, ég fíl þetta allt saman. Ok. En ég ætla hann að keypta Bloodborne. Það var svona pínu blind buy. Töff cover og svona, ég vissi þetta var legit töluleikur. Já. Ég var að glekast fyrst, sko, af því að hann er brútal þessi leikur. Það er engin miskun. Ég elska svona. Þetta er líka svo geðveik spilun og þetta er bara... þetta er, sko, grafíkin og hönnun, þetta er geðveik. Þetta er bara algjört listaverk, sko. Þegar ég vann loksins minn fyrsta boss í Bloodborne, mér fannst þess að ég henni gull ónbyrleikum. Já, það er svolítið þannig. Þetta er svolítið þannig tilfinning, sko. Já, en svo bara, ég komst aðeins lengra og svo lenti ég okkur boss. Ég hugsa að ég hef klárað svona 70%. Ég gat ekki fucking unna. Þá bara brjálæðist, ég lenga þúlum að þið. Nei, þú veist, ég festist örgulega 2-3 í honum sjálfur, sko. Þá ég fekk bara vin minn til þess að félaga minn til þess að koma og hjálpa mér eða svona peppa mig upp eða gefa mér sálræna hjálp eða eitthvað. Nei. Þetta er ofervitt. Þetta er svolítið erfið leikir, en ég er ekki mikið í töluleikjum yfir höfuð, en þessi leikir eru ég er engin gamer svona til þess að tala sko. Bræður mínir eru miklu meiri gamerar en ég er samt gamer þannig séð. Ég er Zelda lúði, sko. Þú veist, ég ólst upp með Zelda Líka að þú spilaðir Dark Souls spilaði Dark Souls, þá ertu gamer. Já, ég er kannski gamer svona þú veist. Ef þú klárar þessi leiki, bara respect. Já, ok, ég elska svona gameplay og svona áskorunarleiki og svona, ef þetta er einhvern veginn svona, þú veist,
þetta er geðið flott, þú veist eins og Uncharted eða eitthvað, Uncharted 2 var þetta geðveikur sko, en ef þetta er geðið flott og þetta er samt bara flott, þetta snýst bara að vera flott og síðan koma svona mikið af cutscenes og byrjar að líkjast, það er kannski paradoxal við þetta, ef þetta byrjar að líkjast of mikið af bíómyndum, þá fíla ég það ekki. Já, það er svo fyndið sko, að ég sem elska bíómyndir svona mikið, að þegar tölvuleikir byrja að reyna að vera of mikið bíómyndir, þá slekkja á svona, ég nenni þess ekki. Þú vilt frekar gameplayið. Ég vil gameplayið, ég ólst upp með Mario Bros og DuckTales og Teenage Mutant Ninja Turtles og NES og SNES og allt þetta, þú veist, ég vil bara gameplay Castlevania, ég ólst upp með Castlevania, þú veist, ég download oft emulator til þess að bara spila gömlu leikina í NES bara. Finnst þið gaman að spila svona gamla töluleik í dag? Já, það getur, bara prófa að reyna að koma í gegnum Castlevania NES, bara fyrsta. Þeir eru fucking erfið. Þeir eru fucking erfið, sko. Þeir eru geðveikir, sko. Ég keypti Megaman. Megaman eru fucking erfiðir, en síðan ertu... Þeir eru ógeðslega erfiðir. Þeir eru mjög erfiðir, en síðan ertu með, þetta er svona patience game meira hjá Megaman, þú finnur einhverja... Já, en ég hef ekki þolað með. Nei, það er einmitt máli, sko. Þá er ég bara fucked. Einmitt. Já, þetta var góð, þú veist. Smá útudúr. Já, máalveg. Ok, við vorum að tala Brotherhood of the Wolf, að þeim búningurinn hans í Bloodborne, allavega einn af þeim, er eins og mjög svipað. Já, Brotherhood of the Wolf. Geðveikmynd, ég mælum að fólk tjekkja á henni. Hún er 20 ára gömul. Ég ætla að tjekka á henni aftur, sko. Ég þannig að ríða henni aftur upp, af því mér fannst hún klikkuð. Já. Ok, við höfum 2 eftir. Það er gaman að byrja bara eitt uppbúð, þú veist, eitthvað af þessum myndum, þú veist, sem var svona, já, þessi. Gaman ef eitthvað bíópartís eða eitthvað myndi bara, eða þú veist, eitthvað bíósalur eitthvað myndi sína þessar myndir aftur, þá svona þeir sem elsku þessar myndir getur farið aftur á hann og þeir sem líka, hafðu ekki tækifæri að mundi ekki eftir myndinni eða eitthvað vilja rifja henni upp, geta að sé hana í stórum sal. Það jafnast ekkit á við að sjá bíómyndir í stórum sal. Ég er sammála, eins og Brotherhood of the Wolf, ég sá hann ekki í bíó, ég sá hann bara DVD. Nei, einmitt, og það er þá við svo marga myndir. Það er mynd sem ég var til að sjá í bíó. Já, ég líka. Ok, við höfum 2 eftir. Númer 2. Hvað númer 2 er? Herru, það er svolítið skemmtilegt, því að ég Þú leigðir löglega. Ég leigði löglega, bíómynd sem heitir Le Trou, eða The Hole. The Hole? Er það að tala með svo hóla eða eins og heild? Eða svona... Nei, Hólan. Myndin heitir Hólan? Hólan, já. Okay. Þetta er fangelsismynd. Nei, gömul? Já, 8,5 í einhvern á IMDb og ég var bara, what the fuck, hvað mynd er þetta? Okay. The Hole. Og þetta er, ég var ekkert eitthvað vongóður, sko, ég sá hann bara daginn fyrst, sko, og hún trompar allar þessar myndir sem ég séð undan og það er mikið sagt, skilurðu. Frá hvað var hún? 1960 og... 4? Nei, þetta er eitthvað. Má sjá, 1900... Le Trou. Hvað er það? 1950 eða 1960? 1960 slett. Já, 1960 slett. Þetta er eitthvað svona Prison Break mynd? Þetta er geðsjúk mynd. Ég hefði ekki áttum, sko, þetta kannski hljómar ekkert mjög vel, en ég hef aldrei einhvern veginn hort á eitthvað brjóta vekk. Ég er svona lærður múrari, sko, by the way. Ég hef aldrei ímyndað mér að vera hægt að horfa á 5 mínútna atriði þar sem einhver er að brjóta vekk, bara brjóta vekk og það væri geðvægt spennandi. Þú veist. Er það bara í real time þegar það er að brjóta vekk? Þetta er bara það góð mynd að þú sígst, hún sígur... Hún sekkur inn í hana? Hún sígur ekki. Hún sígur þig inn í sig. Hún sígur sig einhvern veginn, þú bara sekkur inn í hana algjörlega, sko. Hún bara næra algjörlega allavega hjá mér. Og það sem ég tók eftir líka í þessari mynd er, þarna fekk Shawshank Redemption lánað. Nei! Þarna fekk Shawshank Redemption lánað. Þarna fekk, þú veist, alveg pottþétt, sko. Þess að meinar það Stephen King? Ég ætla ekki að, Stephen King, og ég ætla ekki endilega að selja dýrar en ég held, skilurðu, að þetta sé. En, þú veist, ég sett inn í annarsæti því ég var bara blown away. Og þú sást hann með fyrst skipti fyrir stuttu síðan? Og ég sá hann bara fyrst skipti fyrir stuttu síðan. Þetta er bara mögnuð mynd, geðveikir karakterar, ógeðslega skemmtilega uppsett, þú veist. Þú ert að selja með hana? Þetta er bara... Ég elska fangelsmyndir. Þetta er bara 12 angry men í fangelsi eitthvað. Þetta er bara... Þetta er
þetta ótrúlega vel gerð mynd og þetta líka, maður fara að sjá hvernig fangilsinu urðu í den þegar það var ekkert búið að banna endilega, þú veist, járnrúm sem gast tekið, það var ekkert búið að banna, þú gast farið inn með þinn mat, þú veist, þannig að fjölskyldunar sendu yfirleitt matinn á hverjum degi til fangana og það maturinn var bara ógeðslegur sem þú fékkst frá ríkinu, sko, þannig að þú máttir samt fá sendan mat og þá ertu með svona einmitt annað 5 mínútna atriði sem, þú veist, vörðurinn svona að skera í kamemberta, tjekk hvort það sé eitthvað inn í þetta eða þú veist, opna alltaf fæðina, opna alltaf fæðina og þú veist, og þetta er svo skemmt, þú veist, þessi atriði er ekkert eitthvað sjúklega mörg í myndið, það er alveg plott og það er alveg, en þegar myndir ná þessu, þú veist, þeir ná einhvern veginn bara, ég er til í þetta, sko. Þetta er geggjað, sko, þetta er algjör snild. Ég er algjör sökkar fyrir og ég sett hann í annars sæti því að ég veit að ég mun sjá hann aftur og ég veit að þetta er orðið núna ein af mínum uppáhaldsmyndum bara ever, þannig að bara props fyrir The Hole. The Hole, hvernig segir þetta á fransku? Le Trou. La Trou. Le Trou. Le Trou, þetta er kallkynsorð í fransku, þetta er ekki kvenkyns, ef það er la, þá er það kvenkynsorð, en út af hóla, trou á fransku er kallkynsorð, þá segir le. Le Trou. Þetta er ekki la, þetta er le. Þetta er Le Trou, já. Le Trou. Le Trou. Ok. Ég til í það. Ok, númer 2 mér. Ég er með 2 þungar í lokin. Ég er bara spenntur, sko. Ok. Númer 2 er mynd sem ég finnst rosalega erfið. En mér finnst það svo mikið masterpiece sem mynd. Það er Irreversible. Já, ég sett hann á Honorable Mentions, en já, hún er alveg öflug. Brjáluð. Hún er öflug. Mér finnst það öflug. Þetta er eina myndi sem ég sé eftir hann að gæja. Gaspar Noé. Heitir sem það ekki? Gaspar Noé. Jú, er það eina myndir sem þú hefur séð? Þetta er eina myndi sem ég sé eftir hann. Já, ok. Hinnar eru samt ekki að mínum að þið jafn góðar, sko. Nei, ég trúi því alveg. Ég líka Gaspar Noé. Já. Ég sé hann í svona viðtölum og svona. Jú, mér finnst hann pínu leiðilegur gaur svona, þú veist, svona góður með þessi artist, eitthvað góður, eitthvað. Gerði hann ekki Climax? Jú. Já. Hann gerði... Enter the Void líka. Ég fór á hann í bíó til dæmis. Það var bíópartís, það var bara... Ég veit ekki meika hann í bíó. Viðvörun, sko, og sagt að ef þú ert flogaveikur, ekki fara á hann. Og einhver strobe-effektur og eitthvað. Það rústa sjónarfinu. Nei, rústa sjónarfinu. Já, en ástæðan ég hef ekki séð fleiri myndir eftir hann. Þetta er svo fyndið. Þetta er eini leikstur sem maður eftir sem hræði við pínu. Og það er fyndið að segja frá þig. Irreversible, ég sá hana þegar hún kom út, 2002. Hún er enda, þú veist, það er ekkert hægt að segja hana heldur en þetta sé bara meistaraverk, sko. Hún er ógeðsleg, hún er erfið, hún er þung. Memento-ish, svona feelingur í henni, sko, þú veist, hvernig hún er sett upp. En hún er bara svo... Svona mirror mode. Já, þetta er svo góð mynd. Hún er geggjuð, sko. Og... Ég var að horfa á nokkur atriði, ég vildi setja hana eins. Þú veist maður í Honorable Mentions? Já, ég var með fullt af myndum á Honorable Mentions, maður. Ok. En ég var að setja hana, hún var mjög nált að vera nummer 1 hjá mér. Ok. Segð þú fyrst þína nummer 1? En það? Sko, mín nummer 1 var Leon, eins og við tölum á. Síðan sett ég aðra mynd sem er, ég segi það bara. Segð það bara, það kom að þér. Það er teiknimynd. Það er teiknimynd nummer 1? Og hún heitir Le Roi et l'Oiseau. Og ég er búinn að peppa hana nokkur sinnum á kvikmyndaáhugamennum nokkur sinnum. Ég er búinn að, út af ég sé hana reglulega, út af hún er bara það geggjuð. Hvað er hún ennsku? The King and the Mockingbird. The King and the Mockingbird. Og þetta er bara svo mikil klassi. Þetta er svo klassisk mynd. Þetta er svo flott mynd. Þetta er svo geðveik tónlist. Þetta er svo ógeðslega skemmtilega teiknað. Þetta er svo ógeðslega skemmtilegir karakterar. Kóngurinn er svo skemmtilegur svona vondi kall, skilur. Hann er mjög góð stúdira á svona vondri persónu. Þetta er byggt á H.C. Andersen? Þetta er byggt á H.C. Það kemur ekki óvart. Þetta er... Það er eitthvað fyrir til eitthvað? Já, það getur verið. Já, einmitt. Og þú veist, þetta er basically rosalega klassisk saga. Þetta er bara evil king wants to marry the beautiful lady and the beautiful lady og fátækigörinu eru ástfangin. Það er ástfang Ramon
hvað heitir það, sem þrýfur svona arinn, svona á... Í því hvað íslenska heitir. Það er ekkert mikið af... Er það starfstitill? Já, það er náttúrulega ekkert mikið það á Íslandi og það hefur ekkert verið mikið svona svona strompa menningu. Nei. Stromp... Cleaner eitthvað. Stromp cleaner, sko. Svona lowest of low, þú veist. Og smala kona, smala stelpa. Og þau eru ástfangin, en konungurinn vill giftast smala stelpunni. Út af að það stendur í bókum að, þú veist, konungar eiga, allar fagur, smala þessu konur eiga að giftast konungnum og hann fær svona, þetta er svona þráhyggju yfir í, sko, að finna konuna og giftast henni og drepa, og þau flýja, sko, og þetta er teiknimynd, þetta er bara svona, maður verður að horfa á þetta sem verk, maður verður svolítið að horfa á þetta bara sem svona eitt heilstætt verk með þessi tónlistina, með og þú veist, þetta er rosalega klassísk saga og ég ólst upp með þessa mynd og sá hana þegar ég var lítill, sá hana þegar ég var aðeins eldri, sá hana þegar ég var rúlingur, sá hana þegar ég var ungur maður, sá hana, þú veist, nýlega, hefur séð hana alveg miljónsson, hún er alltaf jafn góð, hún er alltaf jafn flott, hún er alltaf jafn impressive. Hún er 41 árs, hún er frá 1980. Alltaf jafn impressive, alltaf, bara... Áhört pikk. Og ég vildi bara, sko, Leon var í fyrsta sæti, en til að vera smá frumlegur líka, þá hafði ég þessa mynd í fyrsta sæti. Þessi mynd á bara heima í fyrsta sæti fyrir mér. Já, fyrir því persónulega? Það er svo mikla tilfinningar bundni við þessa tónlist og við þessa mynd og við þessa sögu og við þessa bara karaktera og engin svona boðskapur sem er of svona in your face, svona á þetta að vera. Þetta er svolítið svona, þetta er alveg fullkomið listaverk. Ég bara segi, endurteka, áhört pikk. Já. Af því mitt pikk er ekki svo líkt þess að. Nei, það verður eitthvað sem ég veit, eða það ekki. Já, Martyrs. Já, það Martyrs. Hún var í fyrsta sæti. Og hún er miklu betri Frontiers þá. Já, mér finnst það. Málega Martyrs mynd sem að hún situr rosalega mér. Þú varst alveg bara í Paimon-bólnum og búin að vera að lesa Þú kemur í svona einhverjum laxableikri ég var einmitt, sem betur fer, því að ég var einmitt, þá kontrastu við hvort annan. Já, það er bara geggjað, því að ég var svona, þú veist, ég get alveg verið dark. Já. I can have a dark side if you want me to. En það er ekki gaman að vera báðið þannig. I can have a dark side too. Ok, Martyrs, þú er búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Ég er búin að sjá Frontiers og Martyrs einhvern tímann. Þú veist, mér fannst það alveg geggjar. Ég hef aðeins talað Martyrs í þessu podcasti, en bara stutt. Mér finnst þessi mynd ógeðslega góð. Hún er rosalega ógeðsleg, hún er erfið, hún er þung á köflum. Er það sem eru rakar og það var það Frontier? Ég rugglaði þetta saman. Frontiers, hún er líka rögguð þar með mig. Já, það er snúðað sig. En það er líka í Martyrs. Já, líka í Martyrs, já. Og það er að flýja frá einhverjum sveitabæi þar sem er verið að pína eitthvað lið. Það er í Frontiers. Það er í Frontiers. En í Martyrs þetta eru tvær konur sem að myndin byrja svo briljantli. Eða svona eitt af uppástadránum. En minnur að koma smá svona atriði sem gerist þar eru litlar. Önnur er að sér eitthvað svona veru. Og svo, með minna lögregla, svolítið síðan sá Martyrs, en ég sá nokkuð á sín tíma. Svo bara allir atriði þess að við fáum bara fylgjast með fjölskyldu. Já. Bara geðað venjuleg ykkur frönsk fjölskylda. Það er eitthvað að vera að djóka og það er verið að borða morgumat, virkar þess að bara sunnudagshátti og sunnudegi eða eitthvað. Ok. Svo bara dinglað, pappin svarar, hann bara skotið með haglaböss. Já, bara strax, já. Öll fjölskyldan er drepin. Og maður er bara shit, þetta er eitt sterkasta... Öll fjölskyldan? Já. Til hvers var þá þetta atrið? Bara til þess að sína... Sko málega, það sem myndin fjallar ég vil ekki spoilinni fyrir það sem myndin sé hana. Myndin fjallar um að þær brjótast af þinn, þessar konur, tvær ungar konur. Já, þær brjótast af þinn. Fyrir ekki önnur, hún ringir sér í vinnar sér eins og fer og hún er svolítið klikkuð. Hún svo skýtur allar fjölskylduna og maður er bara shit, myndin byrja bara svona. Og það er alveg brútal. Krakkarnir inn að flýja og frakkarnir ekkert að djóka þegar þeir eru detti í gírinn, sko. Og hún ringir í vinkonu sína og segir það hana, ég fann þau. Hún bara, hvað er að tala um? Þá vil hún meina það að þetta fólk hafi ræntinni, þegar hún var ungstelpa, lífstelpa, hún vil meina það að þetta fólk hafi ræntinni
og píntana, en hún slapp. Myndin byrjar minni með þannig. Ég man ekki alveg nákvæmlega röðun á uppastandrinu. Og við sem áhörundur, við erum alltaf bara að býtu, þetta virkaði svo venilegt fólk. Hún lítur bara eitthvað klikkuð. Og alveg langa tíma þá erum við svolítið svona, var eitthvað aðeins af fólki, hún klikkuð, þú veist hvað í gangi? Já. Svo ég vil ekkert segja meina það. Nei, ok. En inn í þetta fléttast ákveðin atburðarás. Já, ok. Sem svakaleg. Okay. Ég var einmitt að spá í hvort ég ætti að horfa á Frontiers og Martyrs. Mér finnst Martyrs betri. Já, þannig að ég ætla bara að tekka beint á Martyrs, ég held að... Farið bara djúpulögina. Mér finnst hún ógeðslegri. Þetta er mesta mannvonska sem ég man eftir að sé í bíómynd. Það? Já, þetta er svo meira heldur en nei, þú veist, ég gat ekki tekið þetta alvarlega með Serbian. Serbian finnst mér, tekið þetta alvarlega. Það finnst mér ógeðslegsmynd sem ég sé. Já. Því í henni er alltaf bara, það er allt. Já, ég veit, einmitt. En Martyrs, þó hún sé líka ógeðsleg, mér finnst hún alltaf betur gerð. Já, miklu betur gerð. Og mér finnst hún hafa eitthvað að segja. Já. Þegar myndi kláraðist, þá var ég bara, ég man eða félag mér sagði það myndi að búin. Fyrst sem hann sagði, bara hver setti pening í það? Því hún er ógeðsleg. Eins og ég búin nefna ofta á þér, hún er ógeðsleg. En ég mæli maður að tjekka hann. Ég tjekka hann. Já, rifja hann upp. Ég var að rifja hann upp. Það eru marga myndir sem ég ætla að rifja upp. Þú setur þetta alltaf á lista í það ekki, þannig að ég þurfi ekki að... Jó, ég set oft eitthvað Instagram og svona, því ég hef tíma. Ég set ekki skip, að því að margir beðum að fá listan, ekki bara í hljóðformi og ekki bara í þættinu sjálfum. Það geti spluggað yfir á Instagram. Það er svona marga myndir í skýralega, þetta er alveg biluð inn að örgla. Já, þess með stinga gana setja upp eitthvað svona grafík og gera eitthvað smá töff. Svo get ég sett Jóhann og það myndir þínar. Já, það er geðveikt. Já, ég hef gert það fyrir áratuð þættina. Það hef ég svona sett svona myndirna fyrir árin. En ég ætla að gera það, það eru nokkuð sem hafa samband mig, sem svo fyndi ég var ekkert búin að pæla í þessu, sem kannski hlusta á bíóblari vinnunni, en ég er ekkert með blá og pennu og er ekkert að skrifa niður. Nei, þá er fínt fyrir þetta fólk og sjá listan. Já, auðvitað. Svo er þetta marga myndir sem, þú veist, fólk man ekkert eftir endilega, þú veist, The War of Buttons, eða sérstaklega La Guerre des Boutons, þú veist, hvenær, ég hugsa ég setji enskar. Já, auðvitað. Ok, förum að klára þetta, þú ert með honorable mentions, förum hratt yfir það. Já, miklu fleiri, Ornorm, Bellypock, Crimson Rivers, Diabolik, Blue is the Warmest Color, mér fannst hún alveg fín. Já, ég sá hann ekki. The Artist, 400 Blows, Samurai, Le Samurai sem er frá 1970 eitthvað, 69 eitthvað, þetta er alveg geggjumynd. Er þetta Samurai gæja eða? Nei, þetta er leigumorðingi í París, þú veist, og hann þetta er svona noir mynd, svona, þetta er svolítið svona lágstemt en samt ótrúlega flottir litir og svona flott svona cinematography og og maður svona spyr sig hver er þetta, hvað er þetta, maður svona fari ekki alveg. The Portrait of a Lady on Fire, ég sá hana daginn, mér finnst hún alveg mjög fín. Irreversible er hana, þú veist, það voru fleiri myndir eins og, þú veist, Cyrano de Bergerac, en það er svo skemmt La French. Það er svo gaman við þessa lista, þegar maður gerir top 10. Já. Þá þú neyðist til þess að gera bara 10. Það er ekkert mál að skrifa niður 50 myndir. Einmitt. Og þetta eru allt myndir sem eru góðar, en svona, þú veist, það er ekki eitthvað svona þetta X-faktor sem ég leita eftir að setja í 10. Og kannski ekki þessi persónulega tenging. Og persónulega tenging. Þín upplifun. Ég horfi eftir X-faktorinn, þú veist, og já, nema hún sé alveg stórkostleg, skilur við, þú veist, en það er alltaf einhver X-faktor, þú veist, það er alveg fullt af góðum grínmyndum, þú veist, sem eru svona farsar, þú veist, þannig að ég þurfti að horfa yfir alla farsana og sagði bara, ok, þú veist, ætla ég að hafa Le Père Noël est une ordure, það er jólamynd sem er get dark, kannski hefði ég átt að hafa hana bara til þess að gleðja því. Þú ert að þess að gleðja mig. En hana, sko, hún er geðveitt dark, en þetta er svona komedía. Þetta er svona... Svört komedía. Þetta er svört komedía, kolsvört komedía, jólamynd. Frá hvað var hún? 1980 held ég. Og þetta er svona, þú veist, þetta er svona róni og síðan kemur einhver,
heimilislaus kona og eitthvað sem fer inn í eitthvað íbúð, þetta gerast allt svona meir og minna inn í þessa íbúð og hann læsist úti og þetta gerast á jólunum og þetta er svona, maður horfir svona hvað sumir hafa skýlt á jólunum og síðan er Kristín Klavier leikur frábært hlutverkarna sem er svona sem transvestite kona ég man ekki hvort að maður segir en hann leikur frábært hlutverk og þetta er svona það eru alveg sama og ég sagði með vísir, það eru svona frasar sem hafa komið í þessa mynd sem allir frakkar eða mjög margir frakkar sem eru svona kvikmyndanörd að þekkja. Já, franskir. Já, svona franskir frasar. Þú veist, ég man ekki nákvæmlega hverjir þeir eru. Ég ætla ekki að fara til að þetta... En þú mælir með þessar mynd? Ég mælir með þessar mynd, það er önnur, þú veist, svona jólamynd, ég ætlaði að setja hana á líka. Síðan er allar þessum Louis de Funès myndirnar og það er skrýtni kallina sem ofleikur allt hana með augbrýnnar, lítill. Það þekkir þetta ykkur kannski en ég sett enga mynd af honum. Þetta er svo mikið að mynda. Ég veit það. Mér langaði bara að gera eitt svona... En þú veist, þetta fyllti alveg vel upp tíman hjá okkur, sko. Þú veist, bara hafa 10 tíma, þetta er bara... Ég er að segja það, þetta er bara mjög fín lengd. Það þurfi ekki allir þetta sem ég gera að vera fucking 4 tímar. Nei, ég er bara... Það er svona rúmlega 2, sko. Og við líka náðum miklu inn í, þú veist, við erum búin að ná að tala slatta, sko. Alls konar, líka þetta er búið svolítið fjölbreytt. Þú veist með teiknimynd, ég kemur einhvern viðbjóð, svo kemur grínmynd. Mynd sem ég hafði aldrei séð, þakk þér, sko, þessum þætti, ég hefði aldrei séð hana, hefði þú ekki sagt að ég viltu gera topp 10, þá fór ég smá heimavinnu, sá þessa mynd, The Hole, og bara geðveikt, skilur, bara takk. Ég get ekki samt eigna mér heiðurinn af því. En ég þarf að sjá hana. Af öllum þessum mynd sem nefndir, ég hugsi þessi spennt að vera henni, bara því ég elska fangilsmynd. Já, Barracuda líka myndin sem gaurinn sem læsist hana, ég þarf að sjá hana aftur, sko. Ein spurning, svo var í lokin, svo fyrir að slutsu. Var ekki Birdcage? Við á franska mynd? Jú, svo var ég eitthvað... Er það ekki rétt sem? Jú, en málið Birdcage var örugglega bara betri, endurgerðin var örugglega betri. Mér varst hún mjög góð. Það var örugglega eitt af þessum tilvikum þar sem endurgerðin er betri heldur en, þú veist. Já, ég skilji. Ég var eitthvað, nei, fyrir myndin er betri, eitthvað, þetta er bara eitthvað, ég gerði bara ráð fyrir því að franska myndin yrði betri út af því að það er yfirleitt þannig. Já, það er uppræðlega myndin. Síðan sagði Tommy við mig, nei, Birdcage er miklu betri og þá fór ég svona aðeins að kíkja á þessi atriðana, Caso Foll, heitir hún á fransku. Tommy er alltaf búin að sjá báðar. Hann sagði, þú veist, nei, setni myndin er miklu betri, miklu meira peysið og eitthvað og miklu meira gerast í henni og það fór svona aðeins að kanna þetta svona, já, það make sense. Þetta er svolítið lélegt production í fyrri myndinni. Þetta er samt, þú veist, þetta er samt fyrsta myndin. That gotta count for something, en stundum er það bara þannig að endurgerðin er bara betri. Mér fannst, sástu Departed. Ég sá Departed, ég sá ég upprunalegu. Sem heitir Infernal Affairs. Já, en kóreska. Nei, hún er ekki kóresk, hún er frá Hong Kong. Eða Indonesíu. Nei, helst ekki Indonesíu. Hún er alltaf einhvers staðar frá Asíu, en ég sá hana einhvern tímann, en ég datt ekki inn í hana. Mér finnst Departed miklu betri. Departed er geggjuð, sko. Departed er bara algjört meistaraverk. Ég meina, mér fannst, það er endurgerð. Já. Mér fannst hún betri en Hong Kong. En hvað, þú veist, er mikið að fara að koma maður. Núna 2022 er þetta grínast, sko. Þegar COVID núna er... Þetta COVID klárast aldrei. Þetta er að fara að klárast. Þetta er aldrei að klárast. Þetta er svartsýni, hérna. Þetta er að fara að klárast. Ég er svartum ból. Já. Þetta er að fara að klárast. Þetta er að fara að búið. Núna, þú veist, það er allir búin að fá leið á þessu. Kemur nýtt afbrigði bara eftir svo. Já, og þá bara verðum við bara að lifa með því eins og allt annað, skilur við. Það eru vírusar um allt. Það eru vírusar um allt sem við þekkjum ekki og whatever, skilur við. Ég nenni alveg vírusnum, ég nenni ekki sem fucking aðgerðum lengur. Nei, ég er að segja það. Aðgerðunar eru komin gott, sko. Ég er að tala um það. Við erum að tala um það að núna eru einhverjum verslanir hættir að hafa grímuskyldu, það ættu allir verslanir að vera, það ættu allir helst að reyna bara að vera svolítið svona, það eru ekki að bara lifa lífinu. Því að lifa lífinu í ótta eða þá í einhverju birtingamynd af ótta er bara slæm hugmynd. Ég held að það sé bara mjög léleg hugmynd. Við erum ekki byggð fyrir það. Við erum ekki byggð fyrir það, við þurfum að kanna okkur, við þurfum að vaksa, við þurfum að þroskast
Og við þurfum að tala við annað fólk. Við þurfum að tala, hitta. Við þurfum að sjá andlit. Við þurfum að sjá. Veist, þetta er bara... Við erum ekki byggð fyrir þetta. Þetta gengur ekki lengur. Bara, þú veist, mér er alveg sama, ég er ekki að fara í frambóð, skilur, ég segi bara það sem ég segi. En ástæður ég svona pínu svartín, er að því ég var bara að lesa núna, það var eitthvað sem postaði í grúppunni. Það búið að fresta Top Gun og maður er bara svona, hvað ætlaði að spila leik lengi? Það eru einhverju stóra framleiðslur af einhverjum myndum sem verða síðan hvort þið eru ekkert góðar. Þannig að Top Gun 2 hana með... Mér langar að sjá hana. Já, hún verður, ok, þú veist, ég veit það ekki. Sjá hann í sambjónum. Já. Þeir sem er að hlusta að horfa það þinn, sjá hann í sambjónum. Já, ég myndi vilja sjá hana einmitt í bíó, stórum skjá, fá allt powerið í þessu, sem Top Gun hefur upp að bjóða. Ég reyndi að horfa á Top Gun 1 daginn, ég var bara... Tjöfull, er þetta léleg mynd, maður? Myndi ekki svona lækum á það. Já, það. Séð hvað þetta léleg mynd, maður. Ég nefndi ekki svona klára. Ég reyndar hef ekki séð hana í 20 ára eða eitthvað. Þetta er rosa 80s mynd. Já, ég bara drefti mig ekki, sko. En þú veist, það eru marga góðar 80s myndir. Hvað er það? Já, en suma, þetta er svo Terminator 1. Já, hún er rosalega 80s mynd. Hún er ekkert eins og Terminator, þú veist, þegar við erum búin að sjá Terminator 2, það er tilbaka. Þú getur ekkert bakkað, þú veist, Terminator 2 er bara... Þetta er svo þegar þú talar já, margar 80s myndir. Jú, eins og Indiana Jones finnst mér ekki að vera pjúra 80s mynd. Nei, það er meira svo 70s eða svona... Nei, þetta er bara timeless. Þetta er timeless, já. En Terminator 1 er ekki timeless. Og Top Gun trúi ég alveg líka, hún er ekki timeless. Hún er ekki timeless. Hún er bara... Það er staðfest núna í þættinum. Það er staðfest allavega hjá mér. Ég bara geti þetta ekki, sko. Ég bara gati ekki, sko. Þetta líka, það besta við Top Gun er rýnin hjá honum Quentin Tarantino á Top Gun. Og þú getur farið á YouTube. Það er samkynhneigð, eða ekki? Já, the subliminal message, eitthvað, hver eru undirliggjandi skilabóð kvikmynda, það er það sem ég er að horfa á, þú veist hvernig hann tala, hann er bara í einhverju partí að bulla, sko. En ég er nú að hann fílar hann samt alveg. Já, þú veist, hann fílar marga myndir sem ég er svona, ég bara, já, ég horfði reyndar á Wild Bunch sem er eina af uppáhaldsmyndunum hans. Kúlmyndina? Já, mér finnst hún alveg cool, mjög cool mynd. En mér finnst Spagetti í vestanum með Eastwood skemmtari. Já, hann fílar það náttúrulega drast, sko, en við getum talað endalaust, Jóhann. Ég verð að spyrja lokin, svo frá stöðsjö. Ekkert mál. Hvaða mynd er þú spenntustu fyrir núna, sem er að koma í bíó bara kannski segjum næstu 2 mánuði? Ég er ógeðslega spenntur fyrir Ghostbusters 3. Er það? Ég er ógeðslega spenntur fyrir Ghostbusters 3, ég veit það. Ég er ekkert, þú veist... Með okkur krökkum. Ég veit alveg að hún getur alveg orðið, flopp og rusl og allt það, en Ég ætla bara að segja það strax, Bill Murray er hann í 2 mínútur. Ertu búin að sjá hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Já, ok, nei. Ég alveg viss, en veitir þú sem ekki Bill Murray? Já, það er samt ekki bara út af því. Það er líka, þú veist, við erum með hana Paul Rudd í aðalhlutverkinu. Er hann samt aðalhlutverki? Með hana stráknum sem leikur í hana Stranger Things, sem er alveg svona allt í lagi, þú veist, svona, kannski verður þetta, skulum orða þetta svona, ef þetta heppnast hjá þeim, þá labba ég út eins og, þú veist, krakki á jólunum. Já, þá labba ég út eins og krakki á jólunum og það er það sem, þú veist, ég er að vonast þetta, þess vegna er ég spenntur fyrir henni. Náttúrulega, ef þetta er flop, þá er þetta bara flop og þá bara, þú veist, jæja. Ekki miskenn mig, ég ætla að sjá hana. Já, þú veist, Dune á næsta leiti. Hún er nummer 1 hjá mér. Það er nummer 1 hjá mér líka, þú veist, það er þessar 2, það er Dune, það er eitthvað meira líka, þú veist, Fólk verður að sjá Dune í bíó. Fólk verður að sjá Dune í bíó, alveg 110%. Svolítið salið. 150%. Og ég er ekki bara að segja þetta því að Sambjörn var að spónsa þáttinn. Nei. Það er bara besti salurinn. Ég er svo mikill bíó, gaur, sko, að ég myndi ráðleggja fólk að sjá allar góða myndir í bíó, þú veist. En við erum að tala samt, það er alveg munur á að sjá, þetta er risa mynd. Þetta verður þannig mynd að, þú veist, en það er ekkert IMAX, ég skil ekki þetta IMAX og munin á IMAX og það sem við erum að sjá í stóru salina Dolby, þú veist, Laugarásbíó og sem er geðveikur salur, AXL salur sem er geðveikt sound og síðan er þetta með Egilshalla. Finnst þér það betur en ef þú tekur bara... Nei, mér finnst jafn gott að fara til dæmis í AXL bíó í Laugarásbíó og Egilshall. Mér finnst það bara svona á pari. Sætin og allt. Mér finnst það pari og það eru geggjusæti í AXL. Já, það eru geggjusæti í Laugarásbíó. Þau eru alveg glæný og stór og
maður sekkur á líðin, er það? Það er líka Mér finnst það rosalega munur. Og mér þykir líka svo vænt Laugarásbíó. Mér þykir svo ótrúlega vænt Ég sakna gamla Laugarásbíó. Þegar þú labbar upp stiga og stigi beint framan, fórstu til hægri og vinstri. Ok, ég man ekki eftir því. Nei, þeir breyttu svo. Þeir breyttu svo. Salurinn var skemmtleri. En mér finnst bara að þú tekur salin mér finnst persónulega rosa skrítið að fólk kýs sal 1 í Laugarásbíó versus Egilshöll, sal 1 þar. Mér finnst gigantísku munur. Sko, ég er alveg að ég fíla Egilshallar salur 1, 2 og 3 í Egilshöll eru bara geðvikir salir, allir þrír. Er mikill munur á 2 og 1 í Egilshöll? Stærsti munurinn, held sér rétt mál, stærsti munurinn er í sal 1 í Egilshöll með sér sæti. Ég held að sé engin annar salur á Íslandi sem er þannig. Já, ok. Þú veist, ég er með 2 armpúða. Ég er ekki að deila honum með... Svo er hinn með 2 líka. Já. Og pældaðins í því, ég held að sé bara ekki í öðru bíói. Nema kannski í ykkur VIP-sölum. Vá, þetta er eitthvað sem ég hef aldrei Nei, þetta skiptir mig gríðarlega máli. Annað, ef ég sit í Egilshöll... Ég er að nála þeim sem ég þykir vænt um bíó. Ef ég sit í sal 1 í Egilshöll, segjum að þú mætir seint. Segjum það. Þú ert einn af þeim. Kemur inn í salin, 10:08 þegar sýningin hefst kl. 8 og þú er popp og kók. Ok. Og ég bara eitthvað, fuck, hvað er það? Já, þú þarft ekki að lappa... Ég þarf ekki að standa upp. Þú þarft ekki að standa upp. Nei, það er nóg svo pláss. breytt. Já. Svo er salurinn skjárinn geðveikur og þetta er allt bara premium salur. Þetta er premium salur, sko. En ég myndi ekkit endilega, þú veist, gráta það að sjá mínar uppáhalds Tarantino myndir í fyrsta skipti í AXL-sal eða Laugarásbíó. Mér finnst hann alveg með geðveikt sound, geðveikt flottur salur. En ég vel alltaf á milli, þú veist, þegar ég vel svona stóra myndir, eins og Dune, einhverja myndir sem ég er búin að bíða eftir lengi, þá vel ég alltaf, þú veist, bara svona til skiptis örgla AXL Laugarásbíó eða Egilshöll salur 1. Þetta er ekki sem kemur mér. Já, En þú veist, að því að fólk tala alltaf þessu í Laugarásbíó. Mér soundið líka svo geðveikt skipta máli. Það er allir talað það, svo geggja í Laugarásbíó. Algjörlega, ég er ekkert að draga því, ég er ekkert þessi lélug salur. En þegar ég tek alltaf heildina, mér finnst það miklu þægilega sæti, ég er með fótaplás, mér finnst tjaldið flottara, ég er nokkuð sér stærra, mér finnst tjaldið vera eitthvað svo neðal í Laugarásbíó, það eru fleiri sæta raðir í Egilshöll sem ég get sætt með við að sitja í, án þess að hafi slæm áhrif á mínu upplifun á myndinni. Mér finnst það svo fáir í Laugarásbíó. Mér finnst alltaf skárra samt að vera aðeins neðar heldur en aðeins ofar. Eða, þú veist, ég meiki ekki að vera fremsta bekk, sko. Nei, en það er svolítið í Laugarásbíó. Þú ert með ákveðnar raðir, ef þú fær ekki sætið þar, þá er það pínu fokkt, en það eru fleiri fyrst mér í Egilshöll. Já, þetta er náttúrulega alveg framúrskarandi salur, þú veist, í Egilshöll. Það verður ekki tekið af þeim sal, sko, þetta er geðveikur salur. Geðveikur salur, endum á því, Jóhann. Geðveikur salur. Geðveikur salur, Egilshöll, og bara ég þakka kærlega Sambjörn fyrir að sponsa bíóblaður. Já. Uppáhalds bíó mitt, ég er ekkert að ljúga því. Þú ætlar að geta þennan popsmæll í lokin. Já, þetta lítur vel út. Þetta er mjög gott. Herru, slútum þessu Jóhann, takk fyrir að koma.